Ég held að núna sé gott að senda alltaf post í hver skipti og reyna að fá fólk til að það svo skemmtilegt að þegar chati verður live sko. Já, absolutt. Ógeðslega gaman, þættin líka bara skemmtileg. Hei, þessu og þetta. Já. Það ógeðslega gaman. Sjá. Erum við á live á YouTube núna? Ég að bíða eftir að fá. Já, ég get ekki séð betur. Nice. Haha. Heldur betur. Heldur betur. Það er ekki bra, byrja þetta. Start. Já, kæri hlustandi, það komið að því. Það annar þáttur á nýju ári. Þetta ekki annar þáttur á nýju ári? Ekki. Þetta þriðji. Þetta þriðji þáttur. Fjórði sem við tökum upp. Já, við náttúrulega sitjum einum hérna leyniþætti. Sem að við erum ekki út. Já, hann kom ekki út bara eitthvað á föstudaginn, 5. föstudag eitthvað. Jú, ekki? Þú ert með hann í gíslingu, ég stundum sig ekki. Bjarki Þór Pálsson var með hann í gíslingu í dag fyrir. Bjarki Þór Pálsson var með hann í gíslingu. Það erfitt að vera mediamógull í dag þegar Bjarki on the prowl. Taking hostages. Og alltaf senda hann í Wild Goose Chase, takk Bjarki. Já, það gaman að þessu. Það var Norðurlandameistaramótið, Nordics Championship, galakvöldið. Almennilegt. Það sem að Mjölnismenn fór út með 6 keppendur, náðu sér í 3 gull, Logi Geirsons þar af með 2 og svo náttúrulega bara næstu helgi UFC 324. Shit, hvað lagt til? Já, Gaethje mútið Pimlet. Það búið 6 vikur sem það var UFC viðburður. Þetta bara, þú veist, maður gjössamlega á þörfinni, sko. Ég byrjar að rýrönna bara eitthvað gamalt, sko. Já, einmitt, maður fann svona leggja sér í rúm og bara svona, get mér eitthvað. Já, einmitt, já. Ég búinn að fara 2 í leikhús. No fight. Já, maður mjög mikið á þörfinni þegar maður fann 2 í leikhús og eitthvað svona vesen. Já, gaman að þessu. Já, áður en lengra er haldið, þá ætti ég minna á að þátturinn sjálfsögðu búið mínigarsins, heimavelli Varda íþrótta. Ef það stóð viðburður framöndan á góðum tíma, þá veist það hann sýndur í mínigarnum, svo sem Golden Ticket og Glacier Fight Night verða líklega næsta dagskrá. Það Golden Ticket í mars og Glacier Fight Night í febrúar. Já, það náttúrulega Kate Steele í mars líka. Sagði ekki Kate Steele? Þú sagði Golden Ticket? Ég sagði Golden Ticket. Ég var bara, þetta frétti fyrir mér. Já, kannski Golden Ticket, sko. Þeir lítur öðru, en það spurning bara hvort að Mjölnir fari eitthvað aftan ángað. Ég byggðist afsökunar frá árumandanunum að hafa kallað Golden Ticket sundlaugapartí. Nei, það var Ballarina. Já. Það var einhverjum sem tók þetta í illa. Já, það var alls ekki diss á feiki að segja að hann hefði verið inn running fyrir sundlaugapartí. Það var bara að við gátum ekki tekið hann inn og það var ekki búin að berjast og þegar venju var á floti sem kallaði sundlaugapartí. Það var einhverjum sem voru bara hvað er að dissa feiki? Feikir, við bara elskum þig eins og allar MMA-keppendur Íslands. Þú vannst þig líka inn mikla ást helgin. Já, nákvæmlega. Ég bara man ekki eftir sterkara debutí. Fyrir barndaginn hans, þetta var svo samfærandi sigur. Já, þannig að ef einhverju fúll út í okkur, ég ógeðslega sorry og please takk mig tilbaka. Herru, langar bara að æfa barndaginn, þá ekki vekka maður svarið, ný grunnnámskeið hverju mánuði, allar upplýsingar inn á rfkmma.is, taktu skrifa og byrja að æfa á Viðarhöfða 2. Hámarkaðu svo árangurinn og veljaði með yngling fæðbátuvörum, Shilajit, náttúrulega styrabústurar, sveppablöndur og fleira meira fyrir konur. Konur þurfi kendur að vera styrum til að þess að geta tekið inn en þið fáið 15% afslátt með kóðunum 15lotan15 við checkout og ég held að sé enda þannig að það virkar með öðrum tilbúin. Já. Þetta svo góðu kóði sko. Það nice one. Já, þannig stundum með kannski 20% afsláttur og það komið 35 með 15 lotunni Þetta veisla. Herru, ég gleymdi að punkta niður hjá mér öll úrslitin frá Nordics, en Logi Geirsson með 2 gull, Steinar Berg sem gull, Anton Smári með bronsið og silfur á restina. Já. Það Feikir, Viktor Gunnars og Július. Allir á palli. Já, allir á palli. Þú ætlum ekki að fara með lið og bara allir á palli. Já, bara clean run, eitthvað með. Já, það svona, allir á palli sko, en þetta voru bara 2 bardagar, þannig að ef þú tapar 2, þá endaður ekki á palli. Þannig að menn hljóta að vera svektir. Og enda ekki að palli þannig. En þau voru nokkuð svona kunnuleg nöfn. Erik Nordin var þarna sem náttúrulega barist á Glacier Fight Night. Robin Kristensen var þarna líka. Og það voru nokkuð svona. Ég er líka orðinn fan af nýjum gaur.
það Kurji sem tapaði á móti Júlíusi í fyrri og vann svo bronsið í heavyweighinu. Ég fan af þeim gæja. Djöðlega með skemmtilegan bókstíl. Já. Ég hugsa með mér þeim bardaga sko að ef það væri einhver líklegir til að róta eitthvað þá væri það Kurji. Já, ég verð að segja að mér fannst Kurji bara að vinna þetta. Mér fannst það eiginlega bara Simi Robbery sko. Já, ef að byrja á Júlíusi. Já, byrjum á honum. Mér heyrist Bigga vera svolítið heitt í hamsi. Nei, þú veist, ef þetta er komið fyrir okkar mann, ef Kurji væri Íslendingur þá var ég ekki brjálaður sko. En ég var ekki að sjá, þú veist, svo bara split decision og ég bara what? Og svo lendaði Júlíus að megin og Júlíus var sjálfur bara eitthvað what? Fannst ykkur það ekki? Svona á svipnum hans að dæma. Jú, ég hugsaði það sko. Einmitt. Og hann sagði sko þegar Kurji vann bronsið þá sagði hann bara, þú veist, it was a robbery og bara I am the best heavyweight in Nordics og eitthvað. Alveg kom með eitthvað þannig statement sko í ræðinu sinni. Sagði Kurji það. Og ég verði eiginlega að vera sammála með fullir virðingu fyrir Júlíusi sko. Þá var hann ekki, þú veist, kannski væri hægt að gefa hann fyrstu lótuna, en svo var það alltaf bara meiri og meiri munur og Kurji fór að hitta hann aftur og aftur bara með hægri hendinni og bara þungkökk og í þriðju lótu, þá fannst mér hann bara, þú veist, hann var bara komið með númuna sko. Já. Mér fannst svona, ef einhver væri líklega til að róta eitthvað, þá var það Kurji. Og ég svona skil hvað hún kemur en mér varst þetta sanngjarnt splitt í aðra hvora áttina. Ég var ekki hissað að þetta var splitt en ég veit ekki, ég horfði á þetta aftur bara fyrir þáttinn og ég var svona ég var ekkert robbery þannig sko. Nei, ég fann svo önnulóðan, hann hittir besta högginu sínu í lokinu annar lótu og þá var ég svona ok, hann tók þessa lótu bara þú veist, þetta final hugg var svolítið svona það sem réði úrslitum í þeirri lótu fyrir mér og svo fannst mér hann bara dominantly taka þriðju lótu þannig ég skildi ekki hvernig dómararnir sá þetta. Já, ég fannst sko ég spæði að kalla Júlla núna alltaf Júli Dulli öllu kynnslega en það var samt sko, þetta var samt orðið svona eitthvað að pressa Július yfir búrið og Július átti að vera svona hann átti til að chilla bara hann með baki við búrið og svo var þetta alltaf þung hægri yfirhandar Júlíus setti olbánu upp og sörklaði til vinstri. Það, þú veist, ég veit ekki, mér fannst þetta ekkert alltaf hitta það clean, skilur, hann hitti clean höggum, sko. Sérstaklega í þriðju, sko. Já, þú veist, það var hann að hitta clean, sko. Og þú veist, alveg smá haka á Júlíusi. Dúlíusi. Það er ok, ég rætti með það. Það síðast gæði sem þú vilt fá upp á mótið, sko. Já, en þannig já, en þú veist, mér fannst hann samt alveg bara svona oft ekki hitt hann það clean og Júlíus var líka bara svona búin að fatta hvað hann var að gera þannig ég skil hvaðan þú kemur en ég skil líka alveg dómarana og þú veist, ef þetta er splitt, þá er þetta splitt, skilur en að kalla eitthvað splitt, tap, robbery það er bara eitthvað sænst dramakast. Já, það er svolítið að þetta sé splitt, ætti að segja nú, skilur Já, þú hefði bara að gera meira En er draw bara off the table? Eða skilur Já, það þarf að vera eitthvað 10-8 lóta eða eitthvað til að endi í því, sko, eða mínustig. Það var ekki þarna, sko. Nei. Það er svona verið skemmt, ég ætla að sækja músinu mínu. Já, það er betra. Það er betra. Vilt þú nafnlýsa eitthvað fyrst ég er að sækja? Nei, ég er góður. Nei. Já, En já, svo fór Júlíus í seinni bardaga sinn og þegar sá bardaði byrjaði, þú veist, hann lenti að nokkrum höggum og gæinn var alveg coverandi upp og maður var bara svona, já, Júlíus er að fara að klára hann snemma. En hann reynir svo eitthvað takedown og hann festir hann í giljotín anstæðingurinn. Jú, þeir klinsja alltaf mikið, sko, er eitthvað bara dansandi búrið, sko. Jú, hann festir hann í standandi giljotín. Og ég veit ekki hvort það hafði svona spilað inn í að gæinn var svona tildulega lágur. Þú veist, Júlíus er svo hávaxinn, sko. Hvort svona, ef hann nær giljotínu, þá dregur hann þessu svo langt niður, sko. En ég þarf eiginlega að vera svona aftur, ekkert á móti Júlíusi, skilur. En, þú veist, það er hægt að gera meira til að verjast giljotínu, skilur. Þú veist, ég man ekki, með minna hann hafi ekki einu sinni rammað á mjöðmynda, skilur, þú veist. Svona, when in doubt, gerðu það allavega, skilur. Og, þú veist, en kannski var þetta bara það þétt, skilur, hann náði ekki að ramma á mjöðmynda og pömmula hausinn, skilur. En, allavega, þú veist, smá. Það vera svolítið bara svona, giljotín, tapa. Þú veist, ég var svolítið þarna, sko. En ég var svona hálf vonsvikinn yfir svona, já, vöndun á einhverju. Sko, giljotín getur verið svo vond líka bara. Þú veist, ég skil alveg bara svona, bara ávið, bara tappa af sársauka frekar en eitthvað svona að þú finnur þú sitt alveg fastur, þú veist. Allan fyrir mitt leitið, sko, þegar hálsinn beygir svona fram, sko, svona mikið, sko. Það getur bara verið svo fucking vond.
Þetta ógeðslegt sko. Þess vegna þetta ógeðslega skemmtilegt tjók. Þetta svona fanta. Þetta getur komið, ef hún góðu taki, góðu gildinni strax, þá þetta bara, einmitt, vont frá bara the moment, sko. Já. Það bara svona eitthvað krísa þegar maður tekið nú í bara ótrúlega öflugt. Ég bara paniktappa alltaf þegar ég lendi gildinu og bara, Einmitt, svo erum við eitthvað að segja, Júlíus að þetta gera meira, skilur, en það eitthvað svona bumbukall með því, eitthvað svona lítill bumbukall. Og maður bara eitthvað, hann úrslag lágt niðri og úrslag bara pressa niður líka úr svo mikil, sko, að því að hann sveigir hausinn svo mikið yfir hendina, sko. Þetta var úrslag algjör viðbjóð, sko. Þú I black out before I tap out, bitch. Ég með einu þannig reglum, ég var Eiður bauð mér svona superfight gegn Þresti. Þá var ég að hugsa svona, ég hugsa að ég taki black out before I tap out. Já. Ég var bara, ef hann tekur mig í ríningi tjók, bara, hér gerist. Já, draumalandið bara. Draumalandið. Annars bara, samt, bara, silfur. Á Nordics. Já, og sýndi alveg flott þetta þarna á þessu, þó við höfum eitthvað gagnrýnt þarna þessa ákvörðun og eitthvað. Já. Þú veist, á sýndi alveg góða þetta. Og maður mjög spenntur fyrir hann. Hann náttúrulega var verið að kynna bara í dag, að hann sé að fara að berjast á Glacier Fight Night. Þannig það bara nýjasta droppið frá þeim, þannig að þetta allt til þess að bætast þetta kart, sko. Ég að segja ykkur, sko. Þetta Glacier Fight Night kart, það náttúrulega búið að kynna einhverja bardagana. Þú veist, ég og Nonni erum búin að fá allan að lista og skoða eins og þetta kart. Ég ætla að segja, ég hef aldrei vitað jafn gott amateur kart bara ever. Þú veist, ég hef aldrei farið á Kate Steele og það bara svona klassa bardagar. Þú veist, minnsti fætirinn þarna örugglega Steinar Bergs Norðurlandamestari. Þú veist, þetta bara banger. Og þú veist, ég hlakka svo mikið til að þið fara að droppa restina þessu og allir aðrir fá að sjá hversu bara magna þetta sko, þegar ég var að lesa þessi skilabóð frá Bjarka, ég var bara með gæsa og það bara láfið að maður feldi tár að skoða þetta kart. Herru, þú ert ekki búin að sýna mér þetta kart? Jú. Aha. Nei, ég las það allt upp fyrir þig í einhverjum hljóðskilabóðum. Já, jú, það getur verið. Já, þess vegna hefur bara ekkert registerað. En svo var eitthvað vitlaust í þessum lista sem að Bjarki lét mig fá. Hann sagði mér að Logi Gesson var að fara að berjast einhvern svartbelting sem væri búin að vinna alla bardagana sína með submission, einhver frakki. Ég var bara, Bjarki hérna að drepa Logi, eða? En hann mætir einhverjum öðrum gæði, sko. Þessi gæði var endaði ekki á kartinu, sko. En samt, þetta all bara geða flottir anstæðingar og þú veist, Aran Olifant, vinnur hans, hvað hann? Þú veist svolítið ADHD eftir þetta hjartaáfall, Biggi. Ég er alltaf ADHD. Það er Glacier Fight Night inn í miðju Nordics segment. Já, maður hoppar á einu í annar. Paul Craig maðurinn sem ég gæti í annar. Já. Sem að þjálfar Olifant. Já, ég við með honum allavega. Já, ef við haldum okkur við Haldum okkur við Nordics. Já, klárum það og svo getum við fara að bulla eitthvað skemmtilegt. En það ekki? Jú. Sko, ef þú helst ég fengi eitthvað svona samviskubit að ég var að skamma þig eftir svona bráðmöndungu heimsókn og þá skjáttlast þér mikið. Já, það ekkert breyk hérna. Það ekkert breyk. Það engin afsláttur gefin í myndulótinu. Nei, þannig virkar vináttan. Herru, hvað fannst ykkur feiki? Mér fannst það geggjaður. Ég var bara þetta debut, ég man ekki eftir að sé bara svona sterkt debut. Nei. Og mér fannst bara höggin hans svo föst. Maður sá það bara, öll högg sem hann lendi. Anstæðingur hann mitti sig saman hvort það voru í low-kickin, sérstaklega low-kickin sem hann lendi í fyrstu lótu, maður bara, wow, kraftur í þessu. Og svo einmitt í manni hvort það er annar að þriðju lótu, það er að feikir fara, hann hitt hann svolítið upstairs, sko. Þá sá maður alveg á anstæðingum að hann vildi ekkert þetta, þennan smók, sko. Og þá einmitt skaut feikir í fellu, ég hugsaði bara, gaur, það var bara aldrei standandi og hann hefði bara fóldaði þessi gæti smásnitt, sko. Já, það var bara tímaspursmálið mitt, það hann ekki farið í felluna, sko. Hann var alveg að ná að brjóta niður, sko. Já, mér fannst það. Já, en hann er líka svo góður í glímunni, sko. Hann er bara góður, ég held að glíman sé sterk í hlutur. En ekki bara tildur að vel-rounded hvað hann er ungur og er svona stíðið sín fylgskref, sko. En mér fannst einmitt þegar ég mætti á, þú veist, æfingunum áður en við fórum út í Birmingham, sko. Þá var hann svo mikið að drilla að ná barndaginn í gólfið. Þú veist, koma inn þá með einum, tveimur og fara í double-leggi og eitthvað þannig. Þannig að svona hans gameplan var svolítið að taka þetta í gólfið, þess vegna held ég að hann sé þess vegna held ég að hann væri, þú veist, að glíman væri hans sterkir leikur, en greinilegt að hann er fokkin hörkustrækir líka. Já, einmitt. En já, hörkustrækir. Hann hefði, sko, ég var eitthvað svona, ef við komum með svona gagnrýnismingil á hann, sko, sem að hann tekur ykkur svona mikið úr þessu móti, sko, en hann var svolítið svona að láta af pressunni. Þú veist, eins og þú segir, kannski fara 1-2 fellu, svo hugsa maður svona 1-2 og ef hann sér ekki felluna eða eitthvað, að þá bara hættir hann að pressa. Og maður svona eitthvað, alltaf bara fórum að pressa. Já, þú veist. Eftir 1-2 má alveg koma bara, þú veist,
3-4 eða eitthvað með sekundubíti á milli svona, en ég held að hann taki úrslega mikið svona þannig reynslu út úr þessu sko sem er mjög, mjög gaman en sko kommentatorarnir sögðu að heyrðist mér sko, ég er ekki ógeðslega góður í sænsku þó ég sé alveg bró en mér fannst þið segja sko að að Feykir hafi tapað fyrstu lótu já, og ég var bara í hvaða heimi mér fannst Feykir bara taka allar lútuna sko já, mér fannst hann bara vinna þetta bara en kannski var fyrsta lóta jöfnust já svo mesta feeling out og svona þú veist það í byrjun og oftast er fyrsta lótan jafnasta lótan já, það getur verið en ætla hann hafi verið í fótbolta ég sá ekstra á Instagram eitthvað var að Willi Törtul takkaði Feykir eitthvað þetta fyrir krókin er hann að norðan? já, er hann frá Sauðárkrók? Ég er svona að meta það sko já, mér myndi það Neskupstað nei, hann sagði það við mig hérna því ég hitt hann fyrst það gæti náttúrulega verið eitthvað brandari sko kannski eftir frá Neskupstað og svo kemur Willi Törtul og bara þetta fyrir krókin já, það gæti verið eitthvað þannig sko nei, hann hlýtur að Willi hefur sagt það hann hlýtur að vera á Sauðárkróki já þannig að hann hefur verið í hvað heita er þarna Tindastóll já sko ég hugsaði bara þegar ég sá hann sparka ég bara þetta hlýtur að vera eitthvað boltastrákur já, líka bara, maður sér á hann þetta er svona, hann er eitthvað svona physical specimen þetta er svona krakki sem fættist með sixpack já, það sá alveg að það er eitthvað svona íþróttagen í honum sko ég setti mynda maður fréttir ánum, gott skjáskot það sem þú sér bara svona the layers af vöðum á drengnum skilur já, hann heldur á gæðinum bara já, bara, það er bara svona þú veist, þetta er svona 3 lög af vöðum ég var einu svona í Íslandi og borðaði svona elgrif og ég var bara shit hvað þetta er sterkt dýr maður þessi fucking massa kjöt er þetta ég held að Feykir ef það myndi narta aðeins í hann sko þá væri bara er þetta elgur eða Feykir við erum komin með nýtt nickname Elgurinn ég hugsaði gullfóturinn en elgurinn er eiginlega betra elgurinn okkar það er bara eitt úr stikk maður en hann tapaði svo móti Alex Blomqvist í setni sorry truflununa það er komment inn á streyminu að segja Kapsson er ennþá frá seinasta þátti bara að láta vita og svo hann er frá Sauðárkróki hann er frá Sauðárkróki Ingþór Ingþór hann er besti maður við þurfum bara að fá hann í podcasti bráðum við þurfum að finna alla þessa tuta og fá það í podcasti þið segið eitthvað skemmtilegt og ég skal laga þáttinn en já, þessi Alex Blomqvist sem ég var eitthvað að reyna að researcha og ég bara okkur finn ég ekki Alex Blomqvist þú veist, svo bara það er eitthvað erðan í nafninu hans en þú veist, ég var bara Alex Blomqvist ég var komin út úr Tapology og bara ok, Google finnur þetta en já, ságæði var kannski bara aðeins búin að gera það aðeins oftar og var svolítið meðan svona þegar koma wrestlinginu í fyrirlótunum en svo sneri Feykir sér svolítið við já, hans besta lóta er í þriðlund já, einmitt og þá pikkar hann það upp eins og hann sé meira Abdul Zili og heldur á honum og eitthvað einmitt, en þetta hefur verið reynslan sko, gæðin var búinn, hann var 2-2 í amateur, hann með töluð svona reyndari og talandi það, sko, anstæðingurinn sem hann smókaði fyrir barðanum, það var 3-0 anstæðingur hann að debut Feykir leta hann bara lítið illa út ég veit það, það er bara málið MMA just doesn't work það er áhugavert en já, skrítið herri, ég þarf að laga myndunum líka ég er ekki eins og ný mynd það eru í rugli hérna já, allt í rugli já, það er bara svo leis fókus svo mikið að hafa garp hérna með vöðuna sína já, zoomaði inn bara já, ég held að hafa byssusýninguna skarps í mynd sko. Ertu með sýslumaður búin að gefa leyfi fyrir þessum byssum? Já, ég er með skotvopnaleyfi. Þú er skotvopnaleyfi, já. Eins gott. Þetta er bara morðvopn. Já, gaman að þessi. Ég, en í alvegni, Feykir er svona í mínum bókum bara, já, frekar mikil hetja eftir þessa frammistöðu. En það er líka sko, hann er svona svipinn svona, eins og hann sé alltaf drullið sama. Eins og hann sé eitthvað svona þú veist, ef ég myndi eitthvað svona labba á honum bjóða hann góðan daginn, þá myndi hann vel gefa mér svona Robert De Niro svona talking to me hann er alltaf svona og hann er alltaf svo drull einhvern veginn ég fíla það sko það er svona, já, eitthvað svona cool calculated swag í honum og ég hugsaði að því að ég var að sjá hann berjast eitthvað svona já, það er mikill gunni í honum það, þú veist, þú sér það í bánsinu og einhvern veginn í þessum hvað hann er svona stóískur já, minnum að mjög mikið á Gunnar sko. Svona,
þú veist, þeir eru margir eins og Steinar Berg sem líka með bouncið og svona, en Feykir einhvern veginn svona, það mikill Gunna essence. Ég held að Feykir sé, hann bara ungur, já, bara eitthvað í kringum 20, sko. Já. Og hann bara, þú veist, fluttur í bæinn til að æfa Mjölni og ég held að hann sé bara algjör svampur líka. Ég held að hann sé bara þarna með milljón spurningar fyrir Gunnar Nelson á hverjum degi og bara drekkur í sig viskuna. Ég held það, sko. Ég held að hann svona fylgdist að ég mætt núna tvisar og sé hann æfa og í öll skiptin er hann alltaf komin í okkur trúnum með Gunnar Nelson að reyna að finna út úr einhverju eftiræfingu. Þannig að svona, já, ég hef þá tilfinningu að hann sé voða mikið svampur. Já, er það nýtt nickname með það? Spöndor? Það verður komið fullt aðeins. Ég vil taka mig til að kynna ný, hef ég fægt mann að kynna ný podcasti eða eitthvað. Svampurinn, elgurinn, gullfóðurinn. Já, gegja. En fóreldrarna sljóta að vera ána með hann. Já. Ég sé ekki allir. Ég held að krókurinn bara sé bara í hæstu hæðum, sko. Já, lítur að vera. En þessi Arlex Blomqvist, þetta er svo asnalegt nafn. Arlex. En hann var svona aðeins of stórmóli, en ég fílaði hvernig Feykir svona lærði á hann? Já, óks inn í challenge. En Arlex var líka með Southpaw. Þannig að það er svona auka lag af reynslu. Reynslan sem að Feykir fær úr þessu móti eru svona eins og vöðurnar hans. Komum bara í svona mörgum lögum bara. Gaman að þessu. Það er náttúrulega alltaf allt öðru að díla við þessar Southpaws og svona, þú veist. Það er það. Fyrsti Southpaw anstæðingur, þetta er alveg, þetta er öðru sín, þetta er erfiðara. Já, talandi að eiga erfitt með að díla við Southpaws. Ef aðeins að tala hérna Steinar Bergs. Hann í rauninni var mikið að skipta stöðu og svona upphæfið á endanum hjá Steinar Bergs gegn anstæðingunum sem ég bara hreinlega mann ekki hvað heitir. Við höfum núna eiga það hérna einhvern veginn á MMA-friðum. En hann, þú veist, hann tekur eitthvað svona hægri krók, minnum mig, sem er upphafið af endanum þegar hann skiptir yfir Southpaw og var líka búin að prófa þarna eitthvað switch kick sem virkaði líka bara feiki vel, outside switch kick, outside og hann eiginlega svona, já, tekur þetta á svona á þeim stíl að geta skipt svona vel á milli. Og greinilegt hann er komið miklu meira power heldur en hann var með í fyrstu barndanum sínum af því að bara, maður sér það líka bara maður sér það bara á honum, hann er orðin massaðari hann var svolítið svona skinny twig gæi þegar hann var að taka fyrsta barndanum sinn núna er hann komin, þú sérð bara hann er með miklu meira kjöt á sig sko. og það bara translatar into power sko. Alveg greinilegt þarna og ég held líka, hann hittir sem hægri krók ég held að hann hafi ekki alveg svona átt að sig strax á hversu mikið að mitt hann sko. Svo bara hingaði hann bara hætt að kasta út og þá bara já ok og svo fóldaði hann bara ground and pound það er Viggo Axelsson Svíi Viggo Axelsson var þetta ekki einmitt eitthvað, var hann ekki í Southpaw var þetta left high kick fyrst fyrir, eða var þetta var þetta ekki skilja, hann var í Southpaw, fór í vinstra high kicki, lendi svo í orthodox eða eitthvað, eða skilja, og tók þá við hann eitthvað með þetta var alveg ég þess að horfa á þetta eftir, en þetta var flott flétta hjá hann þetta var geggjað og líka bara, þú veist, góðu bara að klára þetta líka, þú veist, eftir hann hittir þessu höggi, þú veist, þá bara búm og bara það henni búin já, power sko bæði er hann með meira power núna en hann hefur verið með veist, og það er allt annað að sjá hann skilur líkamlega veist, hann er miklu meira kjöt á honum og þetta geta skipt svona svakalega á milli bara veist, hendi eitthvað spark og skipt stöðu veist, í leiðinni það er sko þegar ég sparraði við hann og Anton þú veist, þau voru báðir hérna náttúrulega bara að leika sér að mér en Anton, þú veist, ég sá alveg hvað hann var að gera og það var erfitt að eiga við það en Steinar, ég bara svona oft gerði hann eitthvað og ég bara fatta eitthvað svo allt í mig bara hitta mig og ég bara hvaðan kom þetta þú veist, hann er svolítið svona sneaky þú veist, þetta skiptum stöður er svolítið svona bouncy, kemur með alls konar högg og það er erfitt að eiga þetta sko bara erfitt að sjá þetta sko já, ég get alveg trúið því enda sko, hann pakkaði þér þegar þú fórst í búinu með honum sko ég er svona ég vil rýma að segja búin að jafna mig á hjartafallinu þetta verður ástæðan fyrir svona no fight hjá Bigga í langan tíma núna recovery nei, þetta mun bara kveikja eld undir já, það er að gera það hvað ætlar að gera eftir hjartafalli? Herru, sko, ég er ekki búin að drekka áfengi
Núna, nei, ég er ekki búin að drekka áfengi þessu ári. Ég ákvað að taka hérna janúar dry af því að desember var svo helviti blautur, sko. Eftir að hafa fengið hjartaáfall, þá ætla ég bara að hætta að drekka. Ég ætla bara að hugsa svolítið betur heilsuna mína og ég er búinn að vera núna bara í nokkra vikur, bara eiginlega basically frá áramótum, bara borða hollt, bara egg og avokado og skyr og ekkert rugl, sko, ekkert brauð eða neitt, sko. Og núna eftir þetta bara svona ennþá svona ákveðnari í því bara að huga að heilsunni, sko. Ég get ekki fara að deyja eitthvað fyrir fertugt, sko. Nei, ekki gera það. Nei, það væri... Ég áttur að koma miklu sterkar tilbaka. Já. Ég fæ bara einhver hjartalyf sem er eftir að laga þetta allt og svo bara borða maður hollt og drekkur ekkert áfengi og bara byggja sig upp. Er þetta bara eitthvað svona 1 tabla á dag, kemur skapinu dag? Já, 1 tabla á kvöldi allan að núna áður en ég fætti hjartalæknis og kennst það í hvað nákvæmlega þetta er, sko. Já. Þetta er alveg rosalegt eitthvað svona, herðu, ég frestum þættinum Biggi fekk hjarta. Það er ógeðslega ljótt að hlæja þessu, sko. Já. En svona því það er í lagi með því, sko, það má það. Já. Ég var einmitt held að þetta væri bara eitthvað shenanigans. Mjög margir hafði haldið það, sko, þannig að ég byrti mynda mér með næring í æð. En núna, sko, áttu náttúrulega að fara að borða ógeðslega mikið af pulsum. Já, það áttum að gera það í dag. Ég var líka þetta var að gera frá núni. Ég held sem var hjartaáfall. Ég get ekki borðað þessar pulsur á morgun. Getur við frestað pulsum? Það er ógeðslega fyndið. Já. Það er rétt, en svo fengum við meldingum að myndum við líka þurfa að fá leyfi og svo heldur einhverjir fá almennilegt stream og logo og eitthvað svona. Þannig já, þetta er, við Við þurfum að hugsa þetta. En pulsu shenanigansið, það kemur bara. Shit, hvað það verður gaman. En ég hugsa sko að við Hvað ef ég fæ annað hjartaáfall á bara 14. pulsu og þú bara kom með kamerun Það væri bara svo fyndið. Shit, ég get þetta ekki, sko. Þú að fara að fá hjartaáfall svona? Já, eitthvað svona gleði hjartaáfall. Ég bara kláraði að glíma á hann, leiðuslega vel og kem hingað og tala pulsuna sem að þú, sko, ég hef svo mikið húmor fyrir þessu, sko, að þú setur bara gúffa í þið pulsur, sko. Það væri gaman. Hvað heldur þú verðið lengi á bensinstöðinni? Sko, planið mitt var að borða 10 pulsur, chillega 4 tíma og borða aðrar 10 pulsur og beila. Já. En ég veit ekki alveg hvort að ég gæti það. Nei, ég skilji. En alltaf ef við livestreamum, sko, þér á bensinstöðinni, þá er það mjög fallið að aðdáðandi finnst blóðunar bara komi. Já, sko... Takk hérna pulsu með þér. Já, sko, málega, við erum búin að tala við Bæjarins bestu og Bæjarins bestu langaði, sko, að allir sem koma og heilsa upp á mig að fá pulsu líka. Já, ok. Það er bara þegar við gerum þetta, þá er það bara fría pulsur fyrir að koma og spjalla við bygga. Ég mæti. Jú, ég tek. Já, fá sér hérna stranga heila pulsu. Já, hérna slöngu. Já, þetta verður geðveikt. Plönum þetta betur. Komum tím. Við þurfum að læknisfræðilega mentan á sæðinni. Ef að vera með bara eitthvað sjúkraflutningateymi og eitthvað svona. Bara Dr. On Scene. Já, sé hvað að vera gott. Herri, ég aðeins að renna yfir bara MMA fréttalista við skrifum meðal allt saman bara live á meðan það var að gerast. Já. Eða svona eftir bestu getu. Ég náði ekki feiki. Nei. En bætti honum upp með að skrifa Við fengum meldingum það. Já. Við fáum alltaf. Ef það er eitthvað sem fer úrskeiði sem ég er núna, þá bara ákveður ekki fréttum feiki. Já. Sko, sem er gott og slæmt, sko. Ég man eftir gömlu tímanum þegar vorum að byrja og fólk bara, þið bara gerir eitthvað besta og bara við erum bara ánað að þið segir þetta og þið bara, þú veist, eins mikið og getið. Og nú ef maður slipar upp, skilur við bara, missir einu grein að bara halló, hvað er að gera svona? Nú komin ábyrgð, sko. Já, það er komin ábyrgð, sko. Litla ábyrgðin sem við fengum í nýjársgjöf. Já, skandallinn. Ég er forritin, ég náði ekki að fylgjast, ég sá bara allt í einu var allt komið í háa loft og ég bara, hei. Mér fannst bara Ísland loga í vikur eða eitthvað, sko. Já, ég enda á hjartaáfall. Ég þurfti að fara í tónheilun til að jafna mig á þessu. En ég er vel sennaði núna. Já. Þetta endaði náttúrulega. Já. Við áttum fund með Eið daginn og í gæri eitthvað og hann ætlaði að koma og hjálpa okkur og að sinna umfjöllunni. Þannig við fáum Eið oftar í þáttinn og tala glímu. Þannig að það bætist bara í það og svo líka Sigurpál var líka til að koma og veit okkur aðstæð. Og fullt af fólki búið að svona reacha át og eru tilbúin að hjálpa okkur til dæmis að skrifa greinar eftir mót, þú veist, hjá einhverjum hvítum og bláum beltum svona sem við náum kannski ekki alveg að fylgja sér vel með. Já. Þannig að það er gott að vita að því hvað svona jiu-jitsu senan er tilbúin að hjálpa okkur.
Já, það er mjög gaman. Herru, hvort langar að tala Viktor Gunnars eða Loga Geirs? Ég var að spara Loga Geirs for the save the best for last. Já. Litli mólinn maður. Litli. En byrju, var ekki Anton? Jú, Anton var líka. Ég gef honum alltaf svona falska möguleika, skilur. Þú veist, ef það eru 8 hlutir í boði, þá kemur maður tilbaka, bygga og segir hvort viltu A eða B. Og það heitir ekki í boði. Já, nákvæmlega. Þú býður með C. Fær bara C. Og þetta er líka að bóka fund, skilur. Í staðan fyrir að segja, herri, ég laus alla vikuna. Bara, herri, hvort viltu miðvikudaginn klukkan 3 eða 15 klukkan 3. Það var svona einfaldar hlutin. Já. Ekki gefa honum mikið. Já, svona fölsk tvíhekja. Þetta virkar geðvittur á krakka líka. Þetta er svona, hvort viltu drekka lýsi eitt beint úr flöskunni eða úr skeiðinni. Þannig að möguleikin á að taka ekki lýsi, hann allt inni hverfur. En þeir hafa samt svona option, skilju. Það er svona, leið mér aðeins að meta þetta. Þetta vinnur með þetta í vinnunni. Já, svona falskt svona tvíhyggjuval er ótrúlega öflugt. Og notar þetta líka á mig? Alveg, jájú. Sko, Hvort viltu borða 24 pilsur? Ég er bara, ef ég þarf að díla við bygga, það fer ég allar svona uppeldisbækur. Nei, segi svona. Herri, þú valdi Viktor, það ekki? Já, tölum við Viktor. Svo er gott að gaslýsa hann rosalega mikið. Hann mætti Erik Nordin, sem var náttúrulega aðal bardaginn á Gleisi Fætna, þetta mútið Hákunni. Og þetta var bara hörku bardagi. Viktor bara, sko málið Viktor svo góður í Jiu-Jitsu. Já. Að þú getur ekkert eitthvað að ætla að reynda glíman, þú veist, Erik Nordin ætlaði bara eitthvað svona, þú veist, ídrunum fyrir búrið og eitthvað svona, þú veist, cage wrestling dæmi, gera það ekkert við Viktor. Nei. Þú veist, Viktor bara, þú veist, og þegar Viktor endaði undir, þá sýndi hann bara hvað gardið hans er fokkin hættulegt, þú veist, hann bara ræðst á einhverja arbar og þú veist, og nota það til að standa upp og kenna svo vona og þegar hann er komin vona, þá ertu ekki að fara neitt, sko. Viktor hann er algjör lest. Það er bara einhvern veginn svona, hann fer bara frá A til B, bara barndaginn byrjar og hann veit bara, hann er að fara að stræka við smá, svo er hann að fara að skjóta, hann er að fara að rífa þig niður og klára þig í gólfinu. Þú veist, það er bara, allir barndagarnas Viktors einhvern veginn fara einhvern veginn í þessa átt og það er ekkert hægt einhvern veginn að díla við það, almennilega. Og þú veist, en mér finnst Erik Nordin standa sig frekar vel og ég hugsaði með mér að það var gott að Viktor kláraði Erik Nordin. Því ég er ekkert svo vissum að dómararnir hefðu endilega gefið honum sig. Já, meinar. Svona ef við tökum þetta lóti fyrir lóti, sko. Að Viktor kannski var lengi undir, var að sækja hann með armbar í fyrstu lótinu allan og svona af því það gengur ekki, að þá ertu eiginlega bara búin að vera undir allan tíman, sko. Og ég veit ekki hvort að þeir svona dæmi svona gefið stig fyrir að reyna submissionið, sko. Já. Og ég veit ekki hvernig það er í MMA, ég held ekki, sko. Ég held að það sé ekkert. Svona mismeti stundum eftir, skilu, hvort þú sett í Bretlandi eða Norrlöndunum eða UFC eða eitthvað. Þannig að, en sem betur vel, að bara klára hann. Já. Tók dómarana bara út úr myndinni og... Já. Sem var mjög gott. En svona, mér varst að vera svona kredit fyrir Erik Nordin, hvað hann stóð sig vel á móti Viktor. Því Viktor er ekkert djók, sko. Hann er intense gauð, sko. Ég held að allir hafi vannmeti, sko, Erik Nordin þegar hann mætti Hákunni. Já. Og Hákun sjálfur talaði hann var bara ekki sinns í svo tapaður þessum gæða, svo var þetta bara close fight. Já, einmitt. Og Erik Nordin minnum mig klappaði Viktor líka eitthvað aðeins, hann hitti einhverjum höggum, sko. Og ég held að hann alveg fundi fyrir því, sko. Þetta gæst hits like a truck, sko. Með hvað hann lítill, sko. Já, einmitt. Það var fyrir gott. En hann endaði í öðru sæti eftir að hafa tapað fyrir finnanum Walter Björkroth. Þetta bara verstu nöfn? Já, rosalegt nafn þetta, sko. Björkroth. Já, en sko, nú mann ég ekki, var þetta Split eða bara mjög annars? Jú, Split. Það ekki? Já, það var Split, já. Jú. Og Viktor eitthvað svona, hann postaði í story eftir þetta og bara svona, já, það var bara eitthvað fyrst skipt sem ég var ekki hrættur komandinn í barndag og eitthvað. Og þá var maður svona, Ekki gott. Vantaði eitthvað svona intensity-ið. Það er oft segja menn eitthvað svona, ef þeir eru ekki hrættir, að það var að fara að performa illa, sko. Mér fannst smá skrítið, þú veist, Viktor tekur ákvörðun í þriðjulótu að púla gard, þú veist, gillotín og jumpar, og jumpa gillotinnið og þú veist, enda náttúrulega bara undir í gard og þú veist, hinn gæinn var alveg búinn að svolítið sína að þú veist, þegar hann komst og þá var svolítið erfitt fyrir Viktor að komast eitthvað, þannig að, þú veist, ég var bara leiðu í sá hann hoppið þetta gillotín, þá var ég bara neða hann hendur þessu frá þér
Ég hugsaði það allan, sko. En þú veist, hann hafði trú á gildinu sinni, hann fann bara, heyru þetta þétt, ég bara hoppa þetta. Já. En þú veist, það bara svo sjaldgæft að menn klári gillotínið. Sko, arm-in giljotín, sko. Já. Ég ekki hlindur í að menn sé að hoppa í arm-in giljotín og snemma í lótinu, enda svo bara undir. Já, nákvæmlega. Þetta var svo snemma í lótinu, sko, og það var einhvern veginn, þú veist, var ekki bara staðan 1-1 komundin í þriðið, eða? Jú, ég myndi segja, sko, Viktor tók fyrstu, önnur lóta svona splitt lóta, fannst mér. Þú veist, það líklega lótan sem að dómarnir hafa verið svona ekki vissir. Sumir Viktor, sumir Emmett. Já. Þannig að örugglega einn dómar sem gefur aðra lót til Viktors, myndi ég giska, og tveir. Lítur það. Já. Á Björkróð. Ég fíla Jump the Gilly, sko. Ég held að stundum sárt Emmett að horfa upp á það, sko. En sumir Emmett bara hafa ykkur tilfinningu fyrir þessu, sko. En yfirleitt á námennum ekki, eins og Dustin Poirier er hérna Don't be silly, jump the Gilly. Það er svona 20 sinum ferðinum og náði þið aldrei. Já, eitthvað svona you miss all the Gillies you don't jump. Eða bara, Emmett. Ég elska það þegar hérna Poirier var ekki potið á móti hérna Benoit Saint-Denis eða eitthvað. Jú, eða ekki. Þegar hann var alltaf að hoppa í gígjutínið. Og hóttið hans var bara eitthvað svona ekki hoppa í gígjutínið og hann er bara, ég held ég geti náði. Það var geggja moment. En Viktor var svona ánfrekar brattur samt eftir tapið, sko. En var bara, Viktor er búinn að vera á stefna að fara pró, hann er búinn að leita að próbarða. Þannig að mögulega var hann bara að reyna að fá eins mikla reynslu og hann gat út úr þessu móti. Og var bara, þú veist, hann var algjör íþróttamaður, bara ekkert ósáttur og bara ekkert stressaði fyrir bardagann og greinlega, þú veist, gera eitthvað svona hluti sem hann vildi kannski bara prófa, skilur. Þú veist, prófa að jumpa Gilly og svona, ok. Þú veist, hann gerir þetta ekki í pró, sko. Ég tek Viktor og ég flengi hann ef hann gerir þetta í próbardag, sko. Þú veist, það er svo bara undir eitthvað ég dólbóð, sko. Já, í 4,5 mínútur. Já, einmitt, það er bara ekki séns. Það var þetta annan leikur þegar þú tekur út olbúðum og botnunum, sko. Það er þetta svona, verður maður aðeins að passa sig, sko. Einmitt, það var very silly, don't you? Já, en hann er brattur, en hérna ég var ekki viss hvort að Viktor væri, sko, búinn að missa eitthvað álita á mér eftir hann að feminista skandalinn hann. Ég mætti hann í Reykjavík og hann tók í hendina á mér og sagði hello fellow misogynist. Það er bara svona brandari ársins er bara komin. Bara, fólk sendir mér skilaboð bara svona, Nonni, í ljósi þess að þú hattar konur, hvað finnst þér um þetta? Og ég ætla bara, fucking neima. Hún kom með stimpilinn á þig. Já, einmitt. Það verður erfitt að flýta. Já, það verður mjög erfitt að flýta. Þetta er erfitt líf, þið býður. Herri, er það ekki bara talað aðeins um Anton Smára áður en við förum í hérna hvað segir maður? Hvað ég var að kalla það alveg? Gull eitthvað? Gullgæsina. Gullgæsina. Úff, já. Herri, Anton Smári byrjaði á að tapa bara á hvernig var? Já, Ninja Choke. Tapa hann ekki fyrir Ninja? Jú, hann var Ninja Chokeaður í hvað? Fyrstu? Annarra lótu? Jú, annar lótu. Er það? Já, var það ekki bara giljotín? Nei, það var á nonsinn sagði giljotín, sko. Já, ok. Og við skrifum giljotín, en það var Ninja Choke. Já, ok. Ninja Choke. Hann er ekki með hendina og hann, þú veist, í rauninni, þú veist, læsir yfir bæsipinn. Já, og svo keyrir hann inn. Og ég held, sko, við sýndist Anton Smári mögulega svona halda að þetta væri giljotín með að hann reynir svona að teygja sig í lappirnar. En þú getur ekki gert það, skilur, með ef þú ert í Ninja Choke, sko, þá getur þú ekki farið lappaleiðin út, sko. En það er bara þannig að, þú veist, Anton Smári enda bara svona allir bógin og tapaði. Þetta er verið mjög vont, því mér varst dómarinn svona tiltölulega seinn að hoppa inn og sleppa, sko. Hann hefði alveg getað verið svona 1,5 sekundu styttra. Það verið ekki verið þægilegust. En þessi gæi sem Anton Smári var á móti var, sko, virkaði bara eins og algjör fokker, sko. Miklu lengri faðum, það var svona erfitt að komast í færi við hann. Já, stór einhvern veginn, stór og sterkur. Þó að hérna Anton Smári sé vissilega það líka, sko. Þú veist, sko, bakið á Anton Smára þarf bara að fara að fá sitt eigið póstnúmer. Af því að, sko, þú veist, það er ein myndir en MMA-fréttum þar sem hann er að skjóta í felli í seinnibarnanum sínum. Þú veist, hvað er þetta bak? Þú veist, það er bara eins og hann sé búin að vera styrun síðan hann var 6 ára, skil. Já, hann er búin að vera í kraftlýtingum síðan hann var krakki. Já.
Hann er með þetta svaka power, sko. Já, og þetta þú sparraði náttúrulega líka við Andrés Mára. Já, það var ekki gaman. Nei. Já, hann fokkaði eitthvað í hendinu, eða ekki? Já, sparkaði beint framan á hendinu. Bara aldrei meitt mjög mikið, sko. Næ, þessi stórt búbú. Nei, einu fór að væla. Já, það er Peter Griffin með nýð. Það er ekkert verður en að fá svona högg á úliðin, sko. Það er bara, ég væri til í að taka bara ekkert verða. Ég væri til í að taka bara ég væri til í að taka bara bodyshot frá kolla frekar en að lendi þess aftur. Ég segi svona. Ég ætla að klippa þetta út. Ég væri til í að taka bodyshot frá kolla. Hvað þurftur mikið pening til að fá eina harða 10 frá kolla? Nei, maður brjóta mér upp henni, sko. Já. Eða bara ekki neitt, sko. Nei, við leggjum undir sem veðmál. Já. Einbýlishús í Garðabænum til það. Já. Herru, foreldrar skóla eiga einmitt. Þau getur bara flutt út og skipta minni íbúð. Þau getur bara komið út á nes. Já, í The Dog Paradise. Einmitt. En já, leiðilegt, sko, mér fannst þessi bardaði hjá Andrés Mára, mér fannst þessi Andrés Mára svona virkaði svona pínu off í bardaði. Hann hafði bara ekki fundið reyndið eða rytman eða eitthvað. En mér varst ofta eins og sko hann kannski jabbaði inn einu sinni og svo bara ekkert meir. Eða kannski jabbaði inn og svo kom eitthvað svona hægri body, svona hálf svona eitthvað kærurslegt eða eitthvað. Þetta var ekki sharp eða sem mín fyrsta hugsun var bara svona hann yfirveður. Hann rólegur og yfirveður, ekki að taka mikil áhættur. En mér fannst það að deila að vinna fyrstu lótuna. Þannig að ég var svona þetta er alltaf rétti leið. Hann lendi nokkrum góðum höggum í þessari fyrstu lótu og þegar hann lendir höggunum þá sér maður að hinn gæðin fyrir að skjóta í takedown bara, smá desperate en nær svo, reynir að taka niður þris og nær hann niður hann í síðast skiptið, sko. En mér fannst allan að bara svona fleiri högglum frá Antoni fannst hann taka þessa fyrstu lótu en já, kannski svona eftir að hyggja kannski var hann eitthvað smá off. Ég túlkaði það sem bara, hann væri bara yfir og rólegur og ætlaði ekki að fara of gest áfram í þetta, sko. En kannski var það eitthvað neikvætt sem að leta hann vera off. Það er spurning. Ég ætlaði að vera bara að heyri í þeim öllum fyrir þáttinn. Það hefur svo gaman að eiga hljóðskilabóð frá þeim. Já. Við skulum bara vinna í því núna í vikunni og Steinarbergs kemur til okkar næstu viku. Já. Og þá getum við svolítið spilað þessi hljóðbúta og rætt betur við Steinar. Já. Og aðeins svona, farið yfir þetta aftur. Já, ég til það. Það er spennandi. Það er gott plan. En hann mæti svo Robin Kristjansen í öðrum og þá hugsaði með mér eftir að Addi Bjarna rótaði hann og Glacier Fight Night. Addi Bjarna rótaði Robin Kristjansen og þá hugsaði með mér svona, já, þetta verður eitthvað easy. Overhand right. Já, hann er komið með blúprindi. Já, en mér varst Anton bara reyndi að ná hann niður sem var svona, já, gekk ekki. En ég veit ekki, ég bara veit ekki alveg hversu hátt ég með Robin Kristjansen sem bardaðamann, sko. Ég veit ekki alveg í hverju hann á að vera hættulegur. Já, ég skil hvað við. Er ég út að skýta eða er ég... Kannski, Þú veist, hann lúkkar alveg eins og hann sé ágætur strækjar, en ég meina, þú veist, kannski er hann ekki alveg á sama leveli eins og til dæmis Addi Bjarna og það sást kannski. Það sást, það fór viral. Það sást það vel. En í rauninni bara algjör dominering hjá Andrés Mára. En Robin Kristjansen var rosalega... En það fór splitt. Já, hvað var það? Það voru nokkri skrýtnir dómarar. Mikið af skrýtnir dómarar, sko. Ég skil bara... Og hann, Robin Kristjansen, eitthvað svona sótti fánan og lét svona eins og hann hefði gert eitthvað skapaðan hluti í þessum bardaga sem hann bara gerði ekki neitt. Og ég skil ekki hvernig hann gat sannfært sjálfan sig að hann hefði mögulega unnið þetta. Já, einmitt. Og einn dómara. Já. Svo bara split decision og eitthvað og ég held sko Andrés Mári hafði bara heyrt split decision og við erum bara og svo þegar sigurinn fyrir til hans að hann verið bara ok, vá, því er ykkur léttir og það hafði ekki endað í einhverjum dómarskandal, sko. En í það við vorum að tala hann að hafa verið eitthvað off hann í fyrirbardaganum þegar hann tekin í þetta guillotine ninja choke eitthvað þá hann fer í, þú veist, reynir að fara í takedown og reynir að ná botilökkunum og þú veist, og svolítið með hann upp í búru ógeðslega lengi og hann svo lengi að elta þetta takedown þú veist, settuðu einhver spurningamerki við af hverju hann væri ekki þó bara eitthvað að bakka off eða þú veist hvað, mér fannst það bara að vera kjurr þarna svolítið svona
svona crotch sniffin smá, þú veist, var svolítið bara svo fastur í þeirri stöðu svo lengi þá hann gæti hingaði náða að smegja hendurinn sinni undir þannig að svona ég var svona spáðust bara, mér fannst svo lítið að vera að gerast mér fannst hann bara að vera einhvern veginn að hanga þarna með hausinn sinn á hættulegum stað og það var hann að falli og ég einhvern veginn svona ég veit ekki alveg hvort ég hafi sérfræði þekkinguna til að gaggrina það sem hann var að gera mér fannst það lítið eitthvað skrítið út hvað hann bara einhvern veginn hékk í þessu var alltaf að reyna á bótiloknum var ekki alveg að ganga en hann var bara einhvern veginn þarna já, ég held að hingaði hann bara varist vel sko en þú veist mögulega þetta eitthvað punktur hefur sko en mér fannst bara einhvern veginn af því sem ég þekkja Antoníus Mána þá fannst mér eins og hann væri bara, það var eitthvað bara lengi að finna distansið eða eitthvað, það var bara eitthvað skrítið í gangi sko. En líka bara eins og hann fór í bardaðan á móti svartagæðinum á Golden Ticket manni hvað hann hét Sharon Burr já, nálega, þú veist, þá var það eins, þú veist, hann var bara elda takedown og bara wrestla, en hann var ekki bara svona kjurr á einum stað í svona langan tíma nei. Þú veist, en mér fannst hann að eiga bara 2 perfect lóti bara bulli hann gæja í wrestling en þarna einhvern veginn, þú veist, það var eins og hann væri ekki þú veist, hann bara svona hjekk, svolítið bara þarna kjurr fannst það skrítið kannski bara kannski fekk hann sér ís fyrir barndan og var með brain freeze það alls konar hugmyndir en ég er alveg fegin að hann hafi fengið brónsið ég er mikill svona tím Antons Smári já, ég líka þannig að ég manni þykir svo vænt alla þessa stráka já það er þannig en djúvill er þetta skemmtileg mynd sem fór inn á Mjölnir Instagramið helvitis Robin Kristjansen svektur hann hafi ekki unnið með norska fánan svona í hendinni sem að hengur svona eitthvað í gólfið eitthvað vann ég ekki yndisleg mynd ég held að Jónviðar hafi bara verið eitthvað að sjá Instagramið og eitthvað hann bara filmið allt þarna Gateside í einhverju gamalli Mjölnispeysu sem hann bara fundið sko á þjóðminjasafninu bara þú veist, þú bara fröðið að Mjölnir opna. Þetta er OG peysan, sko. Þetta er bara one of one. Já, hann hefur bara sótt hann og bara þetta er ekki af henni og bara old friend. Já, opnaði eitthvað kistu heima hjá sér. Já. Fallna kistu. Já. Strókið af henni og fundið þetta. Lítlu gerðsefnir sem er hljótað að leynast heima hjá henni með það. Já, alveg, absolutt. Jesus. Getur við, nei, ég ætla ekki að leggja til við brjótum síndulega. Það er við erum ekki hvetja til þess. Nei. Herru, Logi Geirsson. Gullgæsin. Bang. Þessi gæi, sko. Já. Bara vinnur Norrlandatitil og bara hoppar upp í þyngdarflokkin fyrir ofan, sko, mínus 93 kíló. Já. Rosalegt. Einmitt. Annar fyrsta spata. Já, ég tekið þetta bara. Ég hef komið inn til að berjast. Klárar báða í fyrstu lúti. Í fyrstu lúti. Já. Þetta eru tvö þetta var Renegade Joke og Ground and Pound finish veist, hvað getur maður sagt? Hvað getur maður sagt? Þú ferðu á Norrlandamóti, tekur 2 gull og þú veist, svitnar alltaf bara completely annihilator báða anstæðingarna þú veist, hann lætur alla líta út eins og bara hafa aldrei eftir bardagi hann lætur alla líta út eins og þau get ekki neitt þetta eru bara fórnarlömb fyrir honum ég bara, og ég veist hann er að bara berjast á Glacier Fight Night man ekki móti hverjum en maður er bara svona byttu fyrir bara, þú veist Logi Geirsson er svona þessi gæi sem ég er með svo hrættu við í bardagirunum, skilur ef ég var á svona amatúrsennu veist, ég væri svo hrættur að þú veist, alltaf bara eitthvað svona taka ykkur bardag, eitthvað svona fíla ég að berjast með maður, gaman eitthvað svo mætir bara Logi Geirs sem er bara eitthvað Messi x Ronaldo í bardagaheiminum, skilur hann bara pakkar þér, skilur og það er bara að vera að berja því og það bara þetta er Messi það er eins hræðilegt að það gerist, sko Svo er hann er svo næs gæi hann er svo prúður og stiltur strákur einhvern veginn og svo góð hjartaði drengur ég skil ekki hvernig hann getur bara að drepa fólk hann inn í búrinu, sko hvernig hann getur meitt þetta fólk svona svo vil hann bara vera læknir og bjarga fólki og eitthvað svo hann bara settur hann í búr og það er bara eitthvað skeppna sem brýst úr það leysist úr læðingi þarna en ekki bara við manum ekki alveg við vorum með henni í podcastinu var hann ekki bara þetta er svona algjör mömmustrákur bara ég man Steinar Berg svo mikið bara eitthvað svona horfa Abba og Mamma Mia með fjölskyldinu sinni og Logi Geirs var eitthvað svona svipar bara rosalega svona eitthvað hefi chillaður svona
fjölskyldudrengur einhvern veginn, svo bara fara nú að dreftið þess að stráka. Einmitt. En já, þú veist, það bara, þú veist, allir vegir opnir fyrir Loga Geirsson, sko. Þú veist, þessi gæi að fara allavega á fucking toppin, sko. Já. Ég bara svo spennt fyrir honum, sko. Nú hann alltaf komin með, 4 barða, það ekki, í Amatör. Jú, og svo 3 á þessum móti daginn og svo 2 á þessum móti. Þannig að það eru alveg 9 barðar. Já. Eða ekki? Já. 9 barðar. Nei, 8. Og svo má ekki gleyma hvað hann var að batla hérna og mætti hvað heitir hann, Nekic, Króati? Já, Milos Nekic. Já, Milos Nekic. Það var ótrúlega góður andstæðingur. Já. Þú veist. Já, við sáum hann líka á Kate Steele, það alveg gæði, sko. Það alvöru gaur, sko. Og þú veist, þannig að þú veist, Logi ekki svona gaur sem það bara eitthvað að kremja pulsur í amateur, skilju, bara fyrir reynslunum að læra að kötta á eitthvað, skilju. Hann getur alveg tekið þess að topp amateur-gaura, eins og þessi Milos. Og þú veist, sem reyndi að glíma Loga, og þeir áttu bara geggjuð glímu exchange. Þannig að Milos bara gasaði og gæti ekki meira. Svo mynd af Loga reyndar í bakgrúminu bara ælandi í ykkur fötu, sko. Alveg búinn að því. En þú veist, þannig að þú veist, það alveg svona, þú veist, ef að hlutirnir verða erfiðir, þá er hann með hausinn í það, sko. Þannig að, eins og að segja, mér finnst eins og að það eru allir vegir opnir fyrir hann, sko. Nákvæmlega. Þannig að ég ógeðslega spenntur að sjá hann á Glacier. Hann berst bara titil, það ekki? Jú, millivitar titil, Glacier Ferdinand. Já. Ég held að Logi vinni. Já, ég myndi veðja það. Mér eiginlega sama hver anstæðingurinn er. Ég myndi veðja það. Ég held að Logi myndi ekki það. Já, ég var hann svo spenntur fyrir þessum bardaða sem Bjarki laug á mér að væri í vendum. Hver er laugan að þér? Að Logi var að fara að mæta einhverjum svartbeltingi sem væri bara eitthvað 15-1-1 og klára alla 15 bardaðana sína með submission. Það var bara einhver svakalegur frakki. Logi myndi berja hann. Já, ég held það, sko. Tækjan. Ég myndi veðja á Loga. Ég myndi veðja á Loga. Ég myndi aldrei veðja gegn Loga. Nei. Hann er gæinn sem að vinnur Hamsat. Ég hugsa með þeim bara, Logi myndi Hamsat. Ég bara, Logi. Greið, við erum að setja eitthvað pressu á Loga, láta það séu óstöðandi. Já, það er gott að þessari pressu með þér. Já. Og Pressure makes diamonds. Pressure makes diamonds. Og svo, þú veist, sjáum við bara, þú veist, það tapa allir einhvern tímann og það er einslutapið og ég vona að það kom ekki strax. Það kemur í UFC debut-un hans. Nei, ekki debut-un hans. Já, það er alltaf hannig. Gæja fá eitthvað svona, þú veist, debut, eitthvað erfitt debut, þú veist, læra þar óslega mikið, fara á rönn eftir það. Já, það er rétt. Hver var það ekki Merab sem það tapaði í debutinu sínu? Ég vil fyrst 2 Jú, getur verið. Það var alltaf Jack Della Maddalena sem tapaði fyrst 2. Það gerist alveg. Já, og var svo champion. Fór á bara eitthvað 15 barða rönni eða eitthvað, maður ekki nákvæmlega hvað það var. Já, þannig að reynslutapið svo kallað kemur kannski á UFC-ferðinu bara. Já, svo er sumir sem að taka svona reynslu sigur, svona rétt vinna en læra mjög mikið. Já. Það eru chance. Við vonum nú að hann tapi aldrei, en veist, ef hann tapar þá vonum við að það verði honum til góðs. Djöðlega skrítið að sitja hérna, tala um Loga Geirs sem vann 2 gull á Norrlandamótinu og tala um hvernig hann þarf að tapa. Hvað er það? Fór hérna dark mjög hratt. Hann bara... Allir vegið færurinn, hvernig var hann taka í það? Ég held bara að það sé ekki til amateur anstæðingur sem að Logi er eitthvað að fara að tapa fyrir, sko. Bara, þú veist, ég held ég hef ekki séð neitt gæja keppa sem amateur á Kate Steele eða Golden Ticket á þessum sjóum sem við hefum verið að fara á sem að ég myndi benda á bara svona, þessi gæði geti mögulegt ekki Loga. Ég held bara að ég hef aldrei séð svona góðan amateur fighter held ég. Það er stór orð, sko, en ég stendur Ég hugsa samt, sko, ég hef svona pælað þegar maður horfir á, maður horfir til hérna Kate Steele, svona pro-leveli það, sko, því að mér finnst eins og að Logi getur svona nokkurn veginn farið pro bara þegar hann kýs. Og ef hann vil fara í UFC þá bara þarf hann að rakka upp einhverjum 6-7 próbörðum, skilur, og þá ætti hann að vera góður. En ef ég hugsa Kate Steele, þá finnst mér allir gæðin þar í millivíktinni svo ógeðslega stórir. Og jafnvel bara í welterweight, eins og þegar Halli mætti þarna Dunn-gurnum. Þeir eru bara á dælunni, þetta eru bara svona lítil nöyt, sko. Og Logi er náttúrulega ekki á dælunni. Ég get nokkurn veginn alveg staðfest það. Og er ekki alveg svona, kannski komið með svona, hann er ekki alveg svona fullvaksa, skilur. Þannig að ég væri verið svona,
met svona hvenær, ég svona velti fyrir mig hvenær það væri best fyrir hann að fara pró og mæta var, þú veist, ég er bara fullorðnum karlmönnum, þannig ég svona, ekki það, þú veist, og ég getur alltaf sagt, skilu, að styrkur er góðri tekni og hann er með góða tekni, en ég er svona, þetta er allan pæling, sko, upp á pró-leveli, en hann fekk að í pró eftir svona, ár, 2 ár. Já, ég held að hann bara, það fer bara eftir hvað hann vil gera, sko, en ég held að hann sé alveg tilbúin í það, gæti alveg gert það bara á morgun. Fyrir eitthvað hann vil gera? Nei, það sem ég vil já, þannig að sé, sko, það er bara eitthvað svona vangavelt á staðunum, sko, bara því að hinir er svo, þú veist, að því að núna þarf hann að fara, þú veist, bara að fara að díla við þessa gauðra sem eru bara á, þú veist, að dæla í rassinu, sko, djúsa þeirri drasl, sko, þú veist, ekki nema, já, að því að núna fer þetta, hérna, IMAF, Norðurland dót, og svona rennir sitt skeið hjá hann, sko, hann er bara, þú veist, hann er bara það góðu kallinn, sko, en maður spyr sig. Erum við að missa af, erum við að gleyma ykkur Varandi Nordics? Já. Guð, hún ekki? Nei, ég held ekki, við erum bara Komum allavega. Já. Já, bara geggjaður árangur hefði. Já, nákvæmlega. Hvað, 3 gull? 3 silfur og 1 brons. Já. Ég meina, þetta hlýtur að fara í bækurnar sem vel heppnið ferð. Já, absolutt. Absolutt. Já, ef við ekki reyna að fara næst, ég ætla að gleyma Mjölnir að, hérna... Jú. Sko málið er við bara fréttum af þessu svo seint. Já, við erum óvart að þið hafi ekki verið hana. Já, við fréttum af þessu svo seint, sko. Við fréttum þetta bara þegar við sáum bara postin, bara eitthvað, herru, já, við erum að senda hérna næstu helgi og við bara, what? Það what? Tilkynningaskyldan, sko. Já, það er skara. Já, við erum að fá meira hérna inside info frá Mjölni. Við vita hvað, þeir ljóta að vera með eitthvað svona war room sem að leggja upp árið. Sjá þetta fokkin skrýmsli sem að Logi Geirsson er maður. Fældi að mæta þessi manni í búrinu. Fokk. Ég finna bara, ég segi við hendur nonna inn í búr með Logi Geirsson bara í næsta leiðina búrinu eða eitthvað. Já. Eða ekki? Jú, ekkert málmaður. Ég er 75 kíló, hann er millivigtinni, hann er gott sem svartbeltingur. Já. Ég er blábeltingur með strípu. Já, þetta er í svona jafnt. Já, eða ekki, þetta er 50-50. Jú. Ég ætla að vera eins og þú varst við mig fyrir utan búri. Já, ground and pound! Ground and pound! Herri, ég var að kalla alls konar við þig. Ég var náttúrulega ekki fyrir utan búri. Já, svo varst bara Steinar, ground and pound! Ground and pound, Steinar! Bara svona, ef hann vantaði hugmyndir. Já. En ég var nú líka að segja að koma að búrinu og sörkla og... Það var bara erfiðara en að segja það, sko. Já, ég held að sé mjög auðvelt að festa spilandi búrið og kúra þar, sko. Alveg 100%, sko. Herru, hérna, það er eitt af annað að frétta. Til dæmis, það er ástfangin maður í Kópavogum að safna flöskum og dósum. Já, ég sá eitthvað þetta. Ég sá eitthvað þetta. Hann kom við heima á mér. Já, rúndar hann bæinn og sækir bara. Þú bara sendir hann heimilisfang og já, það er að sjálfsögðu hinn hálffagri Þröstur Njálsson sem er að safna penning fyrir keppnisferðum allir á Grappling Industries í Dublin og svo Everbomótið ef að hérna kannski þegar ég og Garpur er búin að drikja nokkar hendur á línu og segjum ég ánum nokkar dósir handa þér en þú veist, ástin borgar ekki sko það er engin peningur sem fylgir ástinni og þannig að ég skil alveg að hann sé ástfangin og blankur. Já, ástin kostar heldur engin pening, sko. Það er svo dömur. Það er krefjast ímis. Já, en þessi grein var alltaf svolítið svona skrifið í djóki, sko. En aldrei myndi ég vilja fá svona mynd af mér með byggsagninni ástfangin maður saman flöskum og dósum. Ég held að hann hafi haft mjög gaman að þessu, sko. Já, hann ónaði þetta bara takk fyrir umfjöllunum og eitthvað og ég bara, þú hlýtur að vera vangi. Það verður gaman að fylgjast með Þresti á þessu ári. Hann er bara, þú veist, þessi gæi er bara svo determined, hann er bara svo mikið bara með fullan fókus. Þú veist, hann trítar bara jiu-jitsu félagin sinn eins og atvinnur íþróttamæður. Og þess að finna að sjá eitthvað stóri á hann daginn, hann bara svo, í hvaða gí á ég að fara í dag, bara með alla liti, hann bara elskar þetta shit svo mikið, það er bara ekkert annað sem kemst fyrir hjá honum, sko. Það er bara jiu-jitsu nummer 1, 2, 3 og allir upp í 10. Svo sagði hann mér, sko, eitthvað mann, í óspurðum fréttum svona, hann væri byrjar að deyta, og það var bara svona lagt línuna fyrir dömuna, bara,
Jiu-jitsu er nummer 1 hjá mér. Maður bara, já, trúir 100% sko. Já. Alveg pottið sko. Ég segi þetta alltaf, þetta er 5. lótan nummer 1, svo kemur þú hérna. Þú nummer 2. Og hvað er barnið þitt rankað? Já, nei, alltaf nummer 1. Það er nummer 1, þannig að 5. lótan nummer 2, þannig að daman er nummer 3. Já. Ertu með hundana þína eitthvað svona, hvað er hundana? Já, þeir koma rétt eftir barninu sko. Já, þannig að daman er dottin í svona 4-5. Manchester United. Hún er dottin á palli sko. Já, svo United. En Manchester United menn segja alltaf sko, United Kids Wife. Já. Það er rauðin sko. Það er rauðin. Þú gerur hrættu fyrir næstu helgi núna? Vann þið boltan? Já. Er Arsenal mann, jú? Já. Hrættur það? Já, United er að pakka Arsenal saman sko. Jésús, þú getur verið svo hrikalega. Nei, sástu hvernig Carrick var með á spilandi sundur og saman þannig að sitta í daginn? Þetta var work of art. Æ, ég fikk ekki minni. Þú ert svo vitlaus. Þetta er alveg. Nei, ég er ekki. Ég segir það sko, bara mér veist ég líklega United vinna deildina heldur en Arsenal sko. Arsenal finna alltaf leiðilega klúrsi. Þetta er eitt vonlausasta take sem betur fyrir þetta bardaga podcast og ég þarf ekki að teina það sko. Þannig að hérna já, ég ætla ekki að kommenta á það, en ég hugsa ef ekki bara fara á Coolbet og leggja okkur veðina. Ég hugsa, ef viltu tippa eitthvað okkar myndið það? Nei. Persónulegt bet. Persónulegt bet? Já. Með svaninn. Með svaninn? Það er næsta bet sko sem ég langar að gera, að fara í svona svanabúning og fara inn á tjörnin og reyna að blenda inn með hinum svönunum. Herru, ég tek því. Ég skal segja Arsenal. Nei. Við ætlum að veðja eitthvað bardaðatengt með þetta. Með svaninn? Já. Ok, það kemur kannski í auðvitað og sko ég líka málega, sko, ég veði ekki á Manchester United. Veðir ekki á? Nei, ég veði á alls konar fótbolta sko, en bara, þetta ekki Manchester United, það er bara tapa á miklum pening að veði á. Annars er bara fótbolti, sérstaklega enska deildin í ár, er svo ódreiknanleg, maður ágefur að veði á það sko. Nei. Barda íþróttir, þú veist, MMA, þú getur miklu meira, þú veist hvað að tala, maður er búin að skoða það eins. Getur miklu meira séð bara okkur þessi alltaf var að vinna þannig en þú veist, bara öll lið geta unnið öll lið í þessum fótboltamæður. Já, það er rétt. Nokkuð við það. Keila Harrison þurfti að draga sig úr UFC 324. Hún þurfti að fara í aðgjörð á hnakkunum, skilst mér, og hún var mjög sorry þegar gerði Instagram post og afsökunar og svona. Mér er svo alltaf erfitt sko, ég skil íþróttafólkið sko, að veist afsökunar og svona, ef maður er svona, þú þarft ekkert að biðja mig afsökunar meðlega séð þó þú þurfur að fara í aðgerð. Það er eins og að Biggie kæmi bara í dag með bara afsökunarbeðni til allra aðdáenda fyrir að hafa fengið hjarta. Já, bara ég er miðum í niður. Ég er miðum í bara, to all the fans og allir sem að túnuði inn klukkan 8. Ég er svo sorry, ég fekk hjarta afall. En fólk var nú orðið svolítið spennt fyrir þessum bardaga. Það var stærsti hvernig bardagi, bara í sögunni liggur við. Já, ég get ekki ímyndað mér stærri hvernig bardaga? 100% ekki. Ég meit spátum varandi hvernig dildina. Macy Barber verður tjempa á árunni. Ok. Já, ég get alveg séð það sko. Já, samanlega. Já, get alveg gæst sko. Það er ekki ómögulegt. Nei. En ég er svona... Það er Macy Barber flyweight. Ekki. Er hún stróveight? Hún er stróveight. Ég held svo feimin við að fylgjast með kílóatölum hjá konum sko. Já. Þannig að ég þetta er alltaf erfiður. Þau eru allar fallegar nákvæmlega eins og þau eru. Saman hversu þungar þau eru. Nákvæmlega. Og þið standið ykkur alltaf vel. Nei, hún er flyweight. Hún er flyweight. Já. Hún er búin að vera rokkað sem milli deilda sko. Ó, er það? Já, hún er að kíkja á síðasta barða hjá henni. Sko, hún er með confirmed á móti Alex Grasso, það er klálega flyweight. Hún var á móti Karina Silva, er það ekki flyweight líka? Karina Silva er flyweight líka. Já, ok, það er henni í flugveitinni. Já, en hún hefur kannski eitthvað, farið eitthvað á milli. Já, hún hefur eitthvað bánsað sko. Já, hvort hún hafi verið... Já, þú veist, hérna er hún móti Gillian Robertson í stróveitt og hún hefur verið eitthvað að fara á milli. Já. En já. En hún er búin að vera undanfærið í flyweight alltaf. Já, þannig að ég held að hún verði mögulega kempa á henni. Já, ég get alveg trúið, sko. Það er gott. Það var held ég svona alltaf helsta sem var að frétta. En svo náttúrulega bara endilega fylgjast með Glacier Fightna, sko. Það er bara verið að pósta endalausum fréttum bardaga. Atti Bjarnar kom með bardaga. Hann verður aftur
eins og þú sagðir bara nýbáða tilkynna Julius hann verður líka að hafa búið tilkynna barðan hans Vítali þannig að þetta bara brjálað kart já. Ég hef aldrei séð svona gott Amazon kart þetta er bara stakka og við tókum upp þátt með Vítali og Ernest í síðustu viku og vorum að bíða eftir að það væri bara búið að nása barðana þeirra ógeðslega skemmtileg þáttur maður já, það var eiginlega mögulega einn okkur besti já, við hlófum svo mikið með Vítali hann var að segja okkur söguna maður, ég var alveg bara, veist, já hvernig gekk þetta? Var Vítali að þýða fyrir Ernest? Ernest er alveg svo sleipur í enskunni sko. já, bara allt annað heldur en hérna það rugglað að hlusta á það þegar við bara tala skilu þegar stríðið að byrja og bara ég var bara í vinnunni bara einhverjum svona öryggisgæslu svo kemur bara samstagsalinn minn hleypur inn og bara stríðið byrja og bara, stríð? Já. Svo heyrir hann bara sprengjarnar og bara, fuck! Bara drullar sér heim og getur svo ekki mætti vinnuna daginn eftir af því það bara, pleysið hans bara hertekið. Hann bara getur ekki farið eftir vinnuna af því það bara hermenn á staðnum. Og maður bara, en skrítin raunveruleiki. Já, maður. Já. Bara eitthvað svona, þú veist, maður bara eitthvað svona farið vinnuna sína og bara, nei, ég kemst ekki, það rússneskir hermenn þarna sem eiga staðinn núna. Ógeðslega furðulegt. Já, hlakka allir að hlusta á þetta. Ætlum við droppum ekki bara á föstudaginn, þá getur fólk hlusta á þetta helgina og svona. Jú, það er ekki bara flott. Jú, segjum það, þannig að það væri smá svona double trouble hjá okkur. En taldu þú að nefna hérna Adda Bjarna, hann er að fara að mæta Jacob Calvin, þannig að ef einhver eru fúlur til Jacob Calvin fyrir að gefa Ara Bíring back of the head strikes, í segist Kate Steele, þá fá að sjá pappa Bjarna unlýsa sínum pappa power hægri á pönnun á þessum Calvin sem að flestir Íslendingar eru með smá bíf út í allan að ég vil sjá hann gæja meðvindalög svona dúknum sko. Já, ég vil sjá hann í þetta hægri hendi frá Addi Bjarna Addi er að fara að pakka hann mér fannst sko Ari Bíring vera betri strækjar en Calvin og ég held að Addi Bjarna sé betri strækjar en Ari þannig að hann fær eitthvað margblætti og broti nef eftir í þessa barða en af hverju er Addi Bjarna ekki kallað Bjarnabóin? Bjarnabóin? Já Pabbi Bjarna er bara búið að stikka núna sko. Pabbi Bjarna Já, það er af hverju getur hann ekki svona ok, leið og hann villi staðbraut fyrir eitthvað svona að brjótast inn og eitthvað ég býð eftir því þá erum við komið með Bjarnabóa Herru, klikka, það er loksins UFC fuck, eftir 6 vikur Já Þetta er alltaf langur tími Já En líka bara geggja kart sem við fáum núna svo bara sko, svo er bara beint eftir þetta næsta númera stóra kart þú veist, það bara, við erum búin að núna vera smá þurrkur, núna er það bara the floodgates are opening og það verða bara back to back númeruð cards, þetta er náttúrulega ekki lengur pay-per-view, nú er þetta bara Paramount Plus og kostar bara eitthvað $10 áskrift sem að bara eitthvað rugl sko í Bandaríkjunum þetta var svo miklu meiri peningur sko ég er náttúrulega mæla alltaf með að fólk fái sér bara UFC Fight Pass Ultimate áskrift sko, það er eina vitið að maður fylgist með þessu svona mikið það er svona alveg grímt sko ég með þetta svona automated renewal sem og það er svo vont að fá svona reikningin í hnakkan svona þú borgaði 25 skall núna bara fyrir UFC og maður svona Já, bara með árlegt ég borga bara árskjaldi sko en ég get ekki verið án UFC Fight Pass sko það hindi bara límið ekki ganga upp sko þetta er svindl gott sko en það er vissulega back to back svona númeruð kört við köllum það pay-per-view þetta er enda pay-per-view fyrir okkur Evrópubúana sko Já, þetta er bara Bandaríkin sem að Paramount Plus er þeir borga sko $8,9 í áskriftagjald það er bara eitthvað rúmur 1000 kall það er ekki 1500 kall það er ekki 1500 kall það er að köpa þessu bjór á Íslandi hvort viltu, þú veist Paramount Plus í mánuð með öllu UFC og öllu sko UFC Fight Library-inu að inni, skilur, það er bara allt komið að inn sem er ógeðslega sturlað en við fáum Gaethje á móti Pimplet í main event núna og svo Volkanovski á móti Diego Lopez rematch já, herru, en núna um helgina Justin Gaethje á móti Paddy Pimplet Sean O'Malley á móti Song Yadong þetta er náttúrulega átt að vera, að þeir fóru upp í co-main event en það átti náttúrulega að vera Harrison á móti Nunes fáum svo Valdo Cortez Acosta á móti Derek Lewis Natalia Silva á móti Rosana Menúez og Arnold Allen á móti Gene Silva
Þetta er sturla kart sko. Og þú veist, þetta er listin heldur áfram svo Umar Nurmagomedov móti Devson Figueiredo Atepa Gutierrez þarna okkar Newcomer of the Year nei, við völdum hann að Quillan hann var minn Newcomer of the Year Atepa Gutierrez, ég er svo ógeðslega spenntið fyrir honum sko. Og svo er fleira skemmtilegt þarna Charles Johnson vinnur hans Arons Frans hann er þarna margir góði bardagar sko. Alex Hernandez móti Michael Johnson líka já, það er skemmtilegt sko. já, það er skemmtilegt þetta er bara geggjað já, rosalegt kart já, þetta er bara geðveikt skemmtilegt þetta er góð leið til að byrja árið og byrja svona þessa tíð hjá Paramount Plus það er þannig að datt út á Kayla Harrison og Amanda Nunes sem við sögðum, að datt líka út Alexa Grasso móti Rosna Mayunes þannig að það átt að vera bara 2 algjörir bengerar í kvennaflokkunum sem við missum af í miður en þetta kart er samt sturlað sko. Já, þetta er það Herri, Justin Gaethje á móti Paddy Pimblett pælum aðeins í þessu og ef ekki flett upp stöðunum líka Jú, endilega kíkjum aðeins á Gulbett Garpi, hvað er þitt svona fyrstu viðbröð við þessu matchupi Justin Gaethje, Paddy Pimblett Sko, ég er mikill Gaethje maður ég hef alltaf verið smá svona Paddy efasemda maður að einhverju leiti finnst hann alltaf að vera svolítið svona eitthvað hype train að einhverju leiti, mér fannst hann alltaf svona eitthvað overperformað með við hvað ég held að hann gæti gert, skilur veit að hann er mjög öflug í glímunni, fannst alltaf stand-upið hans vera svolítið awkward eitthvað með henn svona hendur niðri og var svolítið bara að reyða þess á að geta getið eitthvað þunghögg sko, var oft kott eitthvað með henn að mittist aldrei en eftir eitthvað með henn þetta performance hjá hann var móti Michael Chandler já ég veit, ok, skilur end of the career og allt það, en hann bara tók hann svo illa eitthvað með hann og náði að showcasea eitthvað með hann hvað hann gat svo vel að sko, ég gæti alveg séð þetta eins sárt og fyrir mig að segja, ég gæti alveg séð Paddy bara taka hann bara á einhverju svona svipuðu tempói og hann tók Chandler sko ég meina þeir eru svo svipaðir eitthvað með hann svona stylistically eitthvað með hann Gaethje og Chandler sko svona höggþungir með eitthvað wrestling background gott takedown defense Chandler kannski aðeins meira aggro wrestling heldur en Gaethje sko nú Gaethje líka, ég meina ég var ekkert svo veist með seinasta bardaði hjá Gaethje var það ekki hvað var það rematch við Fiziev? Jú já, en hann pakkaði hann já, pakkaði hann þar en ég meina ég hugsa sko þetta var sko aðeins að pæla í líka stærðamuninu sko, maður sá sko þegar Paddy mætti Chandler þá var hann bara svo stór 1.78 1.85 í reach en já sko Gaethje er hávaksnari en Paddy með aðeins minna reach þannig að svona Gaethje 1.81? Nei, það samkvæmt Tapology sko mér finnst það ekki 5'11 eða hvað? Já, það er 1.81 er það 1.81? Já hann er stærri en maður einhvern veginn hærri en Paddy, já þannig að ég held að sko Paddy ná ekki að bulli hann svona rammalega séð eða svona líkamlega séð eins og hann gerði mútið Chandler sko já það er að fokka mér upp að Gaethje sé hávaxnari en Paddy það er bara ég sá það alveg hinsegin sko já það breytir í mig slögu núna þú segir það sko what, við erum bara getur þetta verið sko, en ok, við verðum bara að fara eftir þessu samkvæmt UFC nefni þá er Paddy með 3 inches meira í reach þeir eru með sama leg reach sem líka bara jafn langa fætur ok já þannig að ég held að þetta spilir svolítið inn í sko að ég hugsaði með mér sko að para saman sko Gaethje og Chandler en Chandler er held ég bara svo ógeðislega lítill hann er svo lágvaxingrið ég bara, guð minn hvað þetta ég verð að breyta teikinu mínu held ég þetta er að fokka mér upp þetta er alveg að fokka mér upp ég einhvern veginn, ég svona sá fyrir mér að Paddy myndi hafa svona physical svona yfirburði hann gæti svolítið verið með stóra ramman og svolítið fundi shotið sín betur eitthvað með út frá því sko en hann bæði náttúrulega reach advantage en ég hugsa að þetta sé ekki nógu mikið reach advantage til þess að þú veist, slá Gaethje út á lægin sko en ég er að hallast að Gaethje fyrir hann bara það er svoleiðis ok Gaethje sko þannig að þessi hefur ekki tapað barda í lightweight heilingi, hann hefur bara tapað þessum BMF gegn Max Holloway sko
en þannig að ég og þú veist svona level of competition sem að Gaethje er búin að vera í og hversu mikið honum finnst hann eiga skilja að vera champion sko. Ég held að hann komið sko spólgraður inn í hann barða gegn Pimblet og sé bara mjög svo til í að buffa hann sko. Og ég held að ef að Gaethje klappar honum að þá muni Pimblet hugsa ég hef aldrei verið kildur svona fast á ævinni. Það getur verið. Já, einmitt, já, þetta er svolítið, sko, einmitt. Það er svo efasemdir hjá mér Patti eru að svo mörgu leiti að skilja, hann hefur svolítið reitt sig á bara að vera svolítið ungur og spólgraður og geta getið þessu högg þegar hann er ekki eitthvað svona með vörnina upp á 100 sko, en þá er þetta með máli verið Gaethje bara gaurinn sem nýtist það og bara pakkar honum saman, nær að finna allar þessar glöður, hendur niðri og eitthvað svona awkward. En ég meina þetta eru 5 lótur. Já. En svo það spurning hvernig ef þetta fer í gólfið. Ég held að Patti geti ná honum í gólfið og svolítið stjórna honum þar sko. Ég sé fyrir mig Patti vinna þetta annarkort bara decision og það verði svolítið mikið svona control time og hann á eftir að koma sér í góða stöður. Ég get líka alveg séð fyrir mig að Patti bara söppa hann sko. Já. Það veist. Gaethje hefur náttúrulega verið hann söppar Oliveira eða ekki? Jú. Gæti alveg ímyndað mér eitthvað svipað gerst í þessum bardaga sko. En mér finnst þetta samt svo mikið 50-50 sko. Ég held við munum sjá þegar bardaginn byrjar þá munum við sjá svona aðeins hvernig dýnamíkin virkar en mér er svona fyrirfram horfa á þetta að þessi bardagi getur farið í hvað átt sem er sko. Og ég held að Scousers don't get knocked out það mun reyna á það sko af því að Gaethje kýlir like a truck sko. Þannig að þú veist það verður áhugavert að sjá þú veist bara ef Gaethje er að fara að lenda bara einhverju stóri hægri hendi hvaða áhrif það er að fara að hafa þú veist, er Patti að fara að vera rægur eftir það eða þú veist, bara að fara að geta þetta og halda áfram að pressa áfram með hökun upp eins og hann áður til að gera og einhvern veginn hefur komist upp með það svolítið hingað til en þú veist, núna ertu bara komin í title fight og þá eru svona leiðinda ávanar sem að þú búin að svona venja það á þú veist núna kemur þetta í kollin að þér þú veist það kom kannski ekki kollin að þér á móti Jordan Levitt eða Bobby Green eða þú veist en núna er þetta bara Justin Gaethje nú er þetta bara the lightweight title og þú veist maður hefur séð Patti svona með hökun uppi í þetta óþra högg og hann bara kannski á ekki efna að gera það og mikið í þessum bardaga sko. Maður er 5 lótur líka 5 lótur og hann ætla arguably tapa móti Jared Gordon og þú veist mikið með hökun uppi og svona veið sem þar sko en svo sko, þetta er interim lightweight titilinn sko svona hver mun mæta Ilia Topuria sem er náttúrulega bara í einhverjum deilum konuna sína hann er ekki ástofanginn á saman dósum Ilia Topuria hann er bara á einhverjum bömmir að borga löffræk og svona og það er konans eitthvað sagan um ofbeldi líka eitthvað ekki? Jú, konans er að sagan um að hafa beitt sig ofbeldi heima fyrir og eitthvað vesen og þetta er svo flókið eitthvað ég hef ekki einu sinni nefnt að koma inn í þetta Nei, ég hef bara séð eitthvað nokkra fréttir og ég hef aldrei eitthvað með reynd að fara inn í það ég sá að hann gaf út einhverja yfirlýsingu líka eitthvað svona og hann væri bara að stíga frá í ekstra tíma eitthvað svona, hann væri ekkert að taka á og núna er þetta bara í ferli og eitthvað svona erfitt og bla 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 sagði basically hún væri bara að ljúga þetta er svona það er spurning, og svo hann alltaf bara strax svo bara myndir af þeim alltaf á Instagram eitthvað, þú veist Topuria með einhverjum mismöndum módelum bara hver einustu kvöldi og hún alltaf hangandi með einhverjum röppurum og eitthvað þetta er svona þetta var fljótt þetta var orðið eitthvað svona óþægilegt mjög hratt sko en Patti segir að hann lítur á þetta sem the undisputed title það er Patti það? hann bara þegar ég vinn þetta þá verði ég the champion og þú veist og svo má Ilja koma og skora mig sko. ég sko einmitt fyrir timeline eins mikið og maður vill sjá Gaethje þannig eitthvað taka þetta þá vil ég fyrir the fans að sjá loksins Patti vs. Sanitizer Boy ég rewatcha þessa klipp einhvern tímann daginn þetta er ennþá jafn fyndið sko þetta er ennþá jafn gott sko svo hafa þeir svona rekist á hvern annan hér og þar alltaf með eitthvað svona stórt lið í kringu sig sko þeir eitthvað svona æpa eitthvað á hvern annan og eitthvað þetta er bara svo skemmtileg saga eitthvað maður langar að verður
þetta verður svo stórt moment þegar þeir tveir mætast þessna heldur maður smá með Paddy þá Gaethje þessi gæði sem maður er búin að fylgjast með lengur og fan favorite, það elskar allir Gaethje en þá samt bara einhvern veginn, þú veist, ef Paddy vinnur þetta þá fer hann á móti Topuria og við getum svolítið svona, þú veist, tekið þessa sögu á næsta level og það, þú veist, þetta getur verið orðið bara eitt besta rivalry ever, eða verða bara einhverjir multiple title fights millir þeirra tveggja Paddy vinnur einn og Topuria vinnur hinn og við förum í þriðja trilogy fightin þeirra þetta getur verið bara eitthvað hellasta UFC beef allra tíma sko. Erfitt að toppa Jones og Cormier sko. Eða bara McGregor á móti Aldo Jones Cormier, það var bara eitthvað svona ég myndi drepa bara, bara ef þú er einn að myndi hrækja fram hann ef þú myndi hrækja fram hann þá myndi ég drepa þig, ég er ekki að segja ég myndi lemja þig ég myndi drepa þig, þetta var bara dark á þeim sko. Það var líka svona Dominic Cruz og allir þessir þannig tíma alfa meilgaurar sko. Það var líka alveg gott svona heilt gym bara Dominic Cruz þannig eitthvað jarða á alla þannig þetta er svona þetta myndi fara inn í mjög gott rivalry sko. Sérstaklega þetta væri Paddy með eitthvað uppsett á móti Ilja það er enda svo klikkað það er svo klikkað, það eru bardaginn ég líka bara myndi hlakka svo mikið til blaðamannafundis bara, þetta það hlakkar í mig fyrir hennan bardag ég er mjög forvitin að vita, þetta breytir svolítið teikinu að vita að stærðarmunurinn er svona milliðra líka Paddy og Ilja báðir svartbeltingar í þessu skilur báðir bara geggja góður í itsinu þannig að yrðilega hanga standandi og veist og þá veit maður skilur Ilja með það knockout power getur bara fokkin róta bara skila fokkin eftir bara á gólfinu með undurlega og svo getur Paddy það kannski bara og heldur áfram skilur og bara oh shit síðan það er svona það breytir teikinu svona hvað mjög langi að gerist það er eiginlega þetta er eiginlega svona hvað getur sagt en ég var eiginlega svona hallast að Gaethje fyrir bardagann sko en mér langar meira að þetta gerist að Paddy verði interim champ mæti Ilja en enga veitur geta ekkert sagt að þú sért alvöru titilhafinn að þú með einhvern interim belti skilur og Ilja getur bara komið og challenge að þig bara gott media move gott media move en Ilja er basically bara að þeir halda bjórnum mínum ég er upptíkin það er basically staðan sko. Það er svona gaman að þessu official picks ég er Gaethje ég er Paddy fuck maður ég ætla að segja Paddy sko for the timeline stuðulegna segja 2.85 Gaethje 1.45 Paddy wow 2.8 á Gaethje það er value bet það er value bet það er bara feitt value bet wow en ég maður svona þetta er ekki mesta value bet kapsin sko nei það er eitt stærra value bet annars sko þegar þetta kemur allt saman í ljós ekki mögulega búin að finna það hann er svo fljótur og þef upp leiðir til að tapa penning sko finnst þér að lestina þar herri kom inn í veit, Sean O'Malley mátti Song Yadong bang hvað fannst ykkur senast að Henry Yadong Henry er náttúrulega alveg búinn sko bara, og nú mann ég ekki alveg hvernig það var þetta ekki bara frekar auðvöld hjá Yadong bara þægilegt svolítið fekk bara svolítið að sjókeisa svona skilsinn sko hann hefur alltaf verið góður sko, í svona beinum höggum og distance control sko. Fljótur inn og út mjög snarpur, eitthvað með henni í strækingun sko. Flott að horfa á hann en ég var svona hallast það sem hann væli bara fyrir rigid og geggja stræking líka sko. ef hann væri ekki alltaf svona ógeðslega stónd svona ég einhvern veginn var hann champion þó hann væri stónd en maður er alltaf svona it's a fluke en það eru svo margir UFC fighterar sem að bara smóka weed og ég held bara flestir eitthvað maður er bara að heyra bara að þessu klímisinn í Bandaríkjunum og í þessum gym skilur allir eitthvað ég meina Michael Phelps bara besti sundmaður allar tíma hann bara smóka weed eins og vilsingur sko. Er ekki Justin Gaethje líka bara talað main eventið sko? Er ekki Justin Gaethje í þessu? Hann er alltaf bara í golfi með einhverjar
blundur. Fluffy Hernandez talaði að hann alltaf bara friðin og alltaf bara æfir friðin og eitthvað, en svo bara svo hættir hann að smóka bara á weigh-in day og þú veist, edrú í 2 daga og svo bara heldur hann áfram að smóka. Hvað bara einhverju dópistar að taka yfir heiminu? Þetta rosalegt, sko. Já, sleggjudómar hérna. Já, sko, bantamiktin, þeir eru, reyna að vinna sér núna inn titil, sko, gegn Jan, þá vant ég alveg. Já, fyrst að hann pakkaði saman meira. Shit, hvað hann gerði. Tjóðlega fannst mér þetta skemmtilega bardagi. Já, bara maður hefur ekki séð meira bjafn tíndan bara. Nei. Bara ever. Og einmitt, bara Peter Jan bara gerði alla réttu breytingarna hér komin. Já, ógeðslega vel gert. Ég held sko þetta átti að vera immediate dream match, eða ekki? Milli þeirra? Já, ég veit það ekki. Það allavega, ekki? Já. Hann var þarna bara í hakkabuffunu bara I want rematch. Ég held að það sé fínt að Jan fá einhvern annan í mildinni. Já. Þú veist, ef Sean O'Malley vinnur þennan bara mjög dominantly, þá var ég til að sjá Jan og Sean O'Malley. Já, seinastu tap líka hjá Yadong, skilur. Hann tapaði á móti Jan og vann Henry, skilur. Tæki núna Sean. Það var rematch milli þeirra. Tapaði 3 lótu decision á móti Jan. Og náttúrulega Sean O'Malley Peter Jan 1 var split decision, sko. Þannig að það spennandi, sko. Já. Run that back. Já, einlega. En sko, Umar Nurmagomedov núna sko, hann náttúrulega á prílimskartinu, feature prílims. En hann er nummer 2 á listanum. Og spurningi sko, ef hann með góða framistöðu, hvort að hann fái næsta tall. Það sem voru skrítið að gæðin í feature prelim myndi fá yfir gæðin sem er í Co-main. Já. En samt, ég yrði mögulega meira spenntur fyrir Jan Umar, sko. Já. Ég verði mest spenntur fyrir sko Corey Sandhagen móti Jan. Já, það var reyndar rugla. Þeir hafa barist, það ekki? Já, það ekki. Hvað það? Ekki. Þetta rennur svo mikið einu súpu hjá mér. Já. Jú, byrju þeir hafa barist. Já, mér finnst það. Jú, 2021 tapaði Sandhagen í það var fyrir Interim bandamænt. Sko, þetta er mál með bandamættina. Þetta er allt rematches og já, einmitt. Þetta er erfitt, sko. Já. En sko, ok, hvor vinnur Reed síðan Sean O'Malley eða svona þessi in-out striking stíl hjá Song Yadong? Ég held að það sé ekki gott massa fyrir Song Yadong, sko. Ég held að Sean O'Malley sé það mikill striker að þú þarft að vera að vinna þig framhjá Reedinu hans, að þú veist, hann mun hitta þig. Ég held að það sé ekki gott matchup fyrir Song Yadong, sko. En mögulega að Song Yadong getur bara komið inn í þetta og reynda glíman svolítið. Þó Song Yadong sé alltaf striker. Já. Þá held ég að það væri samt betri leið bara að fara í glímuna. Því að Sean O'Malley er ekkert sérstaklega í glímunu og þú veist, byggingin hans er ekkert, þú veist, hann er svolítið svona sláni og svona, þú veist, ef Sean Yadong bara gerir þetta einhvern svona cage wrestling, þá held ég að Sean O'Malley getur verið bara algjöru basli með hann, sko. Já. En þú veist, kannski vill hann bara gera það sem hann gerir best, sem er að stræka, en bara Sean O'Malley er svo mikið snæper. Hann er svo smooth. Þú veist, hann er bara, þú veist, þá held ég bara hann ná honum bara svona leiðin inn eins og hann náði Aljo. Já. Hann er líka svo góður einmitt á móti svona traditional eitthvað með strækurum. Bara góðra sem eru svolítið svona, skilur, zig-zag, eitthvað jab 2, skilur. Sean O'Malley er bara svo mikið ris fyrir bandaveit. Já, hann er sko með 13 cm lengra reach á Song Yadong. Það mun spilin. Það spila pottin. Þú veist, hann getur bara verið í safe distance og bara jabba á honum hausinn. Þú veist, og þegar hann kemur oflangt inn, þá kemur twisturinn og snæpar hann á honum. Þú veist, ég held að það sé ekki gott matchup fyrir Song Yadong. Nei. Sko, Sean O'Malley 1.80 á hæð, Song Yadong 1.73, það munur 7 cm. 1.73 nú tölvöld hátt fyrir kýmur. Ég er svo mikið að reyna að cancela þér hérna. Hann er yfir meðalhæðið innan í Kína. Þú kemur kýmverska samfélagið og bara... Þú ert með kýmverið hérna hlena það, sko. Já, þú ert eitthvað China með. Eitthvað nokkuð % kýmverskur. Já. Er eitthvað svona, eitthvað Genghis Khan í þér eða eitthvað svoleiðis? Ábyggilega, sko. Já. Það kemur alltaf það.
allir þessi bardagagleði bardagagleði og skáu augun já það má vera með galsa já en þetta spila pottit inn í skilju hann bæði hávaksunari og með þetta rosalega langa range ég hugsaði mitt bara þetta núglega sko 2 skref inn fyrir Song Yadong ef hann ætlar að loka distansinu skilju og bara þú veist Sean O'Malley svo nákvæmur í höggunum sín bara sjá hvernig það fóð með Marlon Vera ég held að það geti, þú veist, ef að Song Yadong ætla bara að standa og stræka og reyna að þú veist tæsuna sig inn á honum, að þú veist, hann á bara eftir að kýla á honum nefið, sko hjólan ekki bara hringja, þú tekur hringin bara og bara papp ég held að, já, þetta ég held samanlega, ég held að þetta sé bara ógeðslega slæmi barndagi fyrir Song Yadong ég held að Song Yadong sé svolítið gæinn sem þarna rétt fyrir aftan þessa gaura sem við erum búin að tala þú veist, Merab og Sean O'Malley og Pidian og Umar og alla þessa gæja hann þarna rétt fyrir neðan þá, hann getur gatekeepað restina á deildinni en ég held að allir þessi gaura séu númer og stóri fyrir Song Yadong og ég sé alveg tilbúin að geta þessu orðin ef hann næri að koma mér óvart sko. Og ég hef alltaf fílað hann my man, my China man samlandi ég ætla að gefa þetta á Sean O'Malley já, ég líka við erum saman allir samanlega herru, hvað segir Coolbet? Ég ætla að kíkja snöðuna 1.51 2.65 Song Yadong já, ég skil það já, þetta er mjög sangjant ég sé þetta eins ég þarf að hoppa í peysu já, það kólnaði en inni sko. Herru, það er betri stuðull á Gaethje heldur en Song Yadong já, hærri stuðull á Gaethje heldur en Song Yadong ég sé bara svo mikið hæp fyrir Patrik maður þarf að passa sig á þessum hæplastum sko. en samt sko ertu að tala um Valjubætti, ertu að tala um Rose já þú veist Rose náma Júnis 4.25 klikkað sko á móti Natalie Silva Karin Silva nei, fyrirgjöf, Natalie Silva fyrirgjöf, ruglaði svona en Natalie Silva er ógeðslega spennandi og er svona á leiðin upp á toppinn en þetta er allavega stærsta testið hennar og mér finnst svolítið disrespect að henda 4+ í stuður á Rose sko já, ég hendi single á Rose klálega já, 100% absolutt það er bara no-brainer þú veist hún er ennþá ógeðslega góð já og þú veist hún alltaf tapa á móti mann 4-8 braut á sig puttan bara fyrstu fyrstu sekundu bara en svo sótt hún einhvern sigur hérna á móti maður sann að flettu upp já, mér enda Maverick tapa á móti Erik Blanchfield alltaf lagi buffaði Tracy Cortez Amanda Ribas já, þú veist hún er bara að tapa einum barndag á síðustu 4 eða þú veist 2 barndagum á síðustu 5 en alltaf á mjög háu leveli þannig að þú veist þó að þetta er spennandi barndagi en þú veist 4.5 er ekki sanngjartur stuðull það er smá Natalie Silva er leiðinni að titlinum en ég held að Rose geti alveg unnið sig aftur tilbaka að titlinu líka þannig að þú veist, þetta er alveg, mér finnst þetta 50-50 fight sko já, ég er svona við þurfum eiginlega að meta sko þetta verður strækingbardagi og Rose er mjög crisp það kemur að stræking og ég held hún slái svona lúmst fast sko, hún er svo góð í að þú veist tímasetja hvað maður segja, svona poppið í hendinni skilju, þú veist, hvenær maður snýr olbónum, þetta er alltaf svona dung frá Rose skilju, hún er rosalega hvað maður segja, já hún er mjög teknísk og það má líka ekki gleyma að Rose er ekkert að gömul þó hún sé búin að vera lengi að og verið champion hún er bara 33 ára þú veist, hún er ekki past her prime hún er ennþá in her prime þú veist, ef við lítum bara tölvöldin já, þetta ætti að vera bara prime þú veist, hún ætti að vera toppa núna Natalie Silva, við náttúrulega hoppiðum yfir 1 þungavættabarda í umræðinu því að Biggie gæti ekki haldið í sér en hún náttúrulega hefur ekki ennþá tapað Natalie Silva, samt búin að sigra Alexa Grasso og Jessica Andrade Jessica Andrade er svona, þú veist er það notable en samt góðu sigur já, en Alexa Grasso og það var fight of the night á þeim tíma já, þannig svona mér minnir hún að það líka bara outstrikeað og bara buffað Alexa Grasso já bara það hafi verið bara svona tildurulega þægilegt en það er svolítið búið að vera þannig bara þessi bardagar hennar hún er eiginlega, svolítið búin að vera þar fucking kraftur í henni maður
En hvernig parast stílinina samt, þú veist, við? Ég held að Natalie Silva gæti mögulega haldið Rose í smá svona kicking range og ég held að hún sem er betri spörk sko, en ég held að Rose, ef hún næri að komast inn í pocketið sko, þá held ég að Rose er hættulegri þar. Ég veit ekki, Rose lítur að vera betra að glíma. Já, ég myndi segja það, allan daginn. Já, hann er getið farið þangað. Já, þetta er svona, má ekki segja þetta sé svona veteran á móti hungry up and comer. Já, klálega. Jú. Það er ekki svolítið staðan. Og svona, já, hvað gerum við við Silva ef hún vinnur Rose? Hvar er hún rönguð? Það er góð spurning. Já. 4? Nei, 2? 4. 4? Já. Það er væntanlega bara tituvarða ef hún tekur það. Já, það ekki. Ég held það. Já. Nei, veitu, hún er 4, sorry, ég er að lesa hérna. 4 pound for pound, eða ekki? Já, hún er 2. Hún er 2 í deildinni, já. Nákvæmlega. Já, þannig þá er það bara Shevchenko. Já. Basically, sko. Já, það ekki. En þá hlýtur þetta að stoppa, sko. Hún er ekki fara að snýta deildinni þannig. Hún er ekki bara að fara að ósigur. Það væri rosalegt run. Já. Ef hún nær því, sko. Já. Svona, ég man ekki alveg hvað Rose er í glímunni og svona langt sem ég pælt í því. Hún heldur svo mikið stræking sko. En þú veist, Shevchenko myndi alltaf bara svona, já, þetta er góð strækir, ok. Gólfið með þig. Hún er alveg búin að breyta stílinu sinni þannig að bara, ef hún þarf, þá verður það bara í gólfið og hún byrjar bara. Já, þú veist, ground gameið hjá Shevchenko er bara orðið svo solid að þegar hún bara kemst í toppstöðu, þá bara, og þú veist, það ná ekki hagginni. Hún bara parkerar bílnum ónaðum. Já, og hún er líka bara cool með það að hunga bara í halfguard og þú veist, gera rétt svo nót, halda þetta á bækinn á sér og þú veist, bara vinnur þetta. Setja fjæröxlunni í gólfið og svo bara sækja sig undir húk og bara búm. Og stuttir olbóðar í smettið og eitthvað. Ekki gaman sko. Nei. Þannig nú það. Sko, Rose Namajunas er 6 á listanum. Sko, ég man ekki, ég hef ekkert eitthvað svona fylgst með Rose óslega mikið upp á síðkastíði. Hvort að hún sé eitthvað svona að huga að einhverju titil allu. Það hlýtur að vera. Já. Það er svona, hvað er hausinn á henni? Að þú veist, hennar mesti veikleiki hefur alltaf verið mental gameið. Já. Að hún trúi að hún sé ekki nógu góð fyrir þetta og hún verður ofstressuð og blabbi blú, sko. Og svona, maður veit einhvern veginn aldrei með hana hvað hausinn er. Maður sér líka svo mikið bara, þegar bara á gefnu kvöldi, hvort að hún sé mætt eða ekki. Ég sé það bara svolítið fljótt, sko. Ég man þegar hún tók hérna Guð minn þegar hún tók tælrunni á móti Jan Jacek og tók hana bara back to back, þá var ég bara wow, skilur, skepna. En það er komin, ég meina, það er 2017-2018, sko. Það er komin 8-9 ár, sko. Að hún sé hún bara í UC sem 2014. Já. Það er mileage. Já. Það, þú veist, hún var bara rétt tvítur. Já. Þess vegna finnst mann að hún vera eitthvað svo gömul, svo bara hún bara 33, hún er yngri en ég. Þetta er engin aldur. Það er nefnilega engin aldur, sko. Nei. Ég meina, hún var 7-3 þegar hún í pró, þegar hún vinnur titilinn, sko. Af Jan Jacek, sem var þá bara eitthvað skepna, bara pound for pound one eða eitthvað. Skilur hún til rondu eða eitthvað, skilur. Það var engin möguleiki í hana, sko. Nei. Í Jóhanni þar að segja. Þannig ég veit ekki, ég væri alveg til í að sjá Rose taka svolítið rönn núna. Men hún barðist, 3 var 2024, tapaði reyndar á móti Erin Blanchfield. Eitt barðaði fyrir það, mótið með röndu. Já, mér finnst erfitt. Já, mér finnst erfitt að segja til. Já, mér finnst mjög erfið barðaði. En ég er bara svona, mér finnst lógíkin segja Natalie Silva fyrir bara að vera yngri, hungraðari, góður strækjar. Momentum líka. Með momentum, sko. Það spil mikið inn í. En svo kemur reynslan Rose Main. Já, og hún er ekki það, það er mileage, sko. En ekki svona einhvern veginn, en ekki aldurinn, skilur. Hún er ekki á þeim aldri að hún er hægt að recovera eftir æfingar og svona vesen, sko. Það er meira svona hversu mikið höfuð í leiknum mileage, eitthvað meginn. Já. Einmitt. Já. Það er meira spurning með það, sko. Og líka bara, þú veist, mileage á
flyweight konu er ekki að sama mileage og einhverjum heavyweight gæja, fattur þú veist, ég held hún sé bara getur ekki verið á betri stað, þú veist, núna bara á toppnum, þú veist, eða þú veist á píka í præminu sinu hún ætti að vera það, já hann er koma en já svo bara síðast í kvenkinslustundu okkar bara já, takk fyrir mig það er náttúrulega alla stelpur sem hlusta á þetta podcast, það er náttúrulega hetjur sko það er með mjög þykkan skráp sko greiin og elskurnar en svo er bara einhvern veginn, en samt svona stræking þetta verður stræking bara dagi eitthvað svona stál í stál þetta verða 3 lútur í aðra okkur áttuna þetta mun skiptast 3 og 2 já nei, þetta er náttúrulega bara skiptast á 2 og 1 alveg 100%, það er enginn að fara þú veist, það er enginn að valta yfir hina sko. Nei, ég held ekki ég er svona pínu veltu að vinna með hvort að Natalia Silva verði bara ómikil hundur og hvort að Nama Júnes muni eiga bara erfitt með svona hundastæla sko. En ég ætla að gefa þetta ég ætla að gefa þetta rós ok, fyrir mér er þetta bara 50-50 sko, ég veit ekki alveg hvað ég ætla að taka Silva ég er svona hallast aðni einhverju hluta vegna, eins mikill róskall og ég er sko ég held ég að einmitt, þetta er bara svona ungi dólgur í Silva bara það er bara einhvern hund og bara láti Rós svolítið sínir Rós að hún vil ekki vera eins mikið hún sko það er 100% valið take sko. Ég held samt að Rós hafi möguleikan á að breyti sér í smá glímu og kannski reyna svolítið að búlja hana bara hendinu fyrir búrið og haldinu þar ég held að Rós gæti mögulega gert það bara sé sterkari og með meiri glímur einslu en ég gæti líka að sé fyrir mig Natalie Silva bara sparka í hana bara á milljón bara sparki bótið, gera náttúrulega þreytta og þú veist og líka geta bara outputað meira þú veist, það er Rós á til að vera svolítið passív það er eins og hún bara svona kýliginn mús og kýld og Natalie Silva bara heldur pressurinu á öllum anstæðingum sínum og með þessi svaka spörk þú veist, ég veit ekki maður ég setja þetta bá með sko. Gæti eiginlega ekki valið en ég, fyrir the sake argument sake, sko, þá ætla ég að segja Rós bara út af, mér finnst hún hefur wrestlingi held ég betur gæti tekið þetta þangað þar sem að Silvu líður kannski ekkert allt vel já, það er fínt teik erum við komið stuðlar á hvort það fari hérna distance eða ekki? Nei, það er ekki komið ég hugsa að það verði distance bara dag já, ég held það líka já, ég hugsa fyrir það er pælingar sko en við náttúrulega skipum yfir einn heavy fight bara það sko heavy fight geggjaði fight sko já, valdu hvort þetta kosta mútið Derek Lewis við hefum verið mikið hérna drullæði valdu hvort þetta kosta eftir hann var með stæla á móti hérna Arlovski en djöfull er hann búin að vinna mig á sitt band aftur sko og hérna mér finnst það bara mest spennandi svona nýji gæin í heavyweight sko mér finnst það að þú veist hérna Sergej Pavlovits var svona gæin sem ég var svona mest spenntu fyrir svona fyrir utan Tom Aspinall en núna finnst mér bara þessi gæi sko þetta er bara this is the new kid on the block sem er að gera eitthvað og ég held að hann láti Derek Lewis getur einhvern stríkt hverjum sem er ég held að hann eigi svolítið bara eftir að outboxa Derek Lewis ábæð eftir að vera eldan og étandi högg allar þessar lótur ef hann verður ekki rótaður já, ok, þú ert þar já, ég held að Valdo Cortes Costa núna fær hann að skína sko og ég held að Derek Lewis sé aðeins of over the hill já, að núna fær Valdo Cortes Costa loksins að skína já. Að þú veist, hann fær hérna, þú veist, nú fær hann eitthvað legend nafn sem hann er að mæta ógeðslega stórt moment make a statement ég sé ekki alveg Derek Lewis vinna þetta ekki nema bara verði ekki að heppin eða bara opna þetta með einhverju flying knee eins og að gera mótið þarna Rodrigo Lima brauti hinn allar tennina það var nú eitthvað já, það var svo lett shit það er aðeins að skoða hérna stærðnar Acosta er 1.93 1.98 í faðum Derek Lewis er 1.91 á hæð og 2.1 í faðum þannig að það er kannski örlítið herri hann Valdo og örlítið lengra rýts á Derek já, ná svolítið ég held þessi bara svipað sko ég held bara að Valdo Cortes Costa það er eitthvað momentum hjá honum það er, þú veist, hann 2 sterkar sigra í röðu síðan hann tapaði á móti Sergej Pavlovits og já, ég held að
Ég veit ekki, stundum finnst mér eins og Derek Lewis, þú veist, ég veit ekki hvort hann æfi ógeðslega mikið eins og margir aðrir fætarar. Hann meira bara einhvern svona stemmingsgæi og eitthvað. Og þú veist, hann kemur ofta óvart og vinnur einhverja gauðra sem er hæp fyrir og eitthvað. Hann gæti alveg gert það hérna. Ég held að hann geti unni hvert sem er. Ég held að hann geti rota hvert sem er þegar hann nær rétt að högginu, sko. En mér finnst Valdó samt bara svo smooth boxari. Að ég held að hann verði bara slippin and rippin og bara eigi svolítið eftir að láta Derek Lewis finna fyrir því. Ég hugsa líka sko, ef hann brýtur svona þessu upp og boxa pínu og reynir að hóta einhverjum single legs og eitthvað og svona brýtur upp bara það og leifir Lewis ekki bara að malla svona í fyrsta öðrum gír eitthvað svona og eitthvað svona og finna eitthvað power sko, skilu svona setur svona smá pace á hann af því að sko Lewis nennir þessu ekki droslega mikið skilur hann er búin að gefa það skilur ég nenni ekki 5 minútur bara það hann nennir því bara, hann er bara búin að gefa því bara herri ég nenni ekki að hlaupa skilur og ég skil það, hann er 40 ára gamall og þannig að hann verður hægari en hann er ógeðslega högtungur en að kosta það líka ég verður bara með þér hans liði Biggi og segja Carlos og Costa Valdó Cortés að Costa og svona segja bara á aldurinn og nennið í Lewis er ekki til staðar hann er fertur sko. rosa hann er komin þangað sko. hann er komin þangað og aldur og mileage og svona ef þetta fer yfir svona fyrstu lótu og þá verður hann örugglega bara oh my god hann er aldrei að fara að vinna Valdó á decision sko aldrei að fara að gerast og ég hugsa að Valdó sé nógu mikill naggur svona til að láta ekki grípa sig með einhverjum hann er svo smooth boxari sko einmitt, hann er finnst því, þannig að ég er svona er ekki bara ég tek að Costa hjarta mitt segir hérna Derek Lewis ég ætla að gefa honum hérna one last shot að sjötta niður einhverjum hype gæti alveg gest og þú veist Derek Lewis er líka hann er svo mikið fan favorite sko það er erfitt að halda mótunum sko ég er hrifinn að þeim báðum sko en ég held að Valdó við sé bara aðeins betri, yngri snegri 1.34 á Valdó 3.40 Derek Lewis margir sexy underdogs mikið á hillandi ég hugsa að þú gæti bara tekið alla underdogana á þessu mainkarti og komið út í plus mér finnst það svona meira staðan sko. Mitt en ég hef sagt svona áður sko og það reddaðist ekki sko það var ekki þannig sko ég er ekkert jafn klár og ég lít út fyrir að vera þó ég sé sköllóttur þú veist fólk heldur ofta, ég hugsi það mikið að hárið mitt hafa bara dottið af en það er ekki þannig þau gafið vindunum að ég glemdi að setja með húfi sko. Miklu meira þannig við hefum eitt bara það eftir það er Gene Silva á móti Arnold Allen Úlala hérna, hvað finnst þið gruminn að barða? Sko mér finnst það hörku fætt sko þetta er geggjuleitur og opnóta kart sko já þetta er fyrsti á main einmitt svona beint eftir Umar Davison hann er sem líka bara það sem er klikkaður sem er trillt dæmi sko sko hann Gene Silva mæti Diego Lopez spinning back elbow svona eitt skot sem breytti öllum ég fannst að vera að vinna þann bara mætti ég ekki potti hérna fyrir þetta kart og vorum eitthvað að ræða þetta jú, getur verið, þú mætir oft já, mér minnir að hérna þið voru að rauninu minn mann Diego þá sko ég held að þið hefði báðið pika Gene Silva ég held það bara hann er að fara að gera hann og Diego hvað er hann að fara að gera eitthvað 1-2 og með eitthvað ég held að ég hafi valið Diego jú, það er rétt það ekki ég var búin að gleyma þessu ekki minna mig þið voruð að skjóta hart á hann sko. það er rétt jú, það er rétt já en líka var Gene Silva var að vinna þann barda þanga til hann hann var svolítið eldan og var svolítið svona fann líkt að blóði og glemdi sér aðeins og þá komið svo olbúið tilbaka reyndar, þetta var alveg getur allt gerst og það var svolítið en hann stóði svo ógeðslega vel að ég haldi sér inn í leiknum skilu, var að skrambla vel og þú veist, losa sér svona slemmum stöðum sko en
Já, ég þurfti að geta sokk eftir það sko. Já, þetta var þó að Diego López gæinn sem að Nonni alltaf að tala um að myndi hleypunum upp á sig. Já, það nefnilega það sem kom svo óvart. Sagt það svo oft sko. Já, og svo þarna var hann bara, nei, veistu, ekki lengur. Já, ekki lengur. Gene Silva. Hata hárið hans núna. Gene Silva. Sko, Arnold Allen er náttúrulega ógeðslega efnilegur. Ég hugsa hann sé ekki alveg með svona, hann er ekki sami hundur náttúrulega og Gene Silva. Hann tapar fyrir Max Holloway og Moser Evloev, það er ekki skömm í því. Nei. En að berja Giga Chikadze í síðasta bardaga heldur ekkert eitthvað eitthvað. Nei. Það var svona mér finnst einmitt Giga aðeins svona það var eitthvað lélegasti Giga sem að hafi séð á móti Arnold Allen daginn. Giga er bara búinn. Já. Giga er svo flottur strækir sko. Maður man eftir svona töktum hjá honum í einhvern börnum en það er ekki sem móti minni anstæðingum sko. En Arnold Allen er drullu flottur sko en bara Gene Silva bara þessi innkoman í UFC hjá honum hann fær fight of the night, performance of the night í hvert einasta skipti sem hann best það er alltaf geggja að horfa á hann er svo mikið dýrvitlaus fucking orkan í honum ég held hann sé aðeins svo stór biti fyrir Arnold Allen sko. En ég held að Arnold Allen eigi alveg sens í hann ég held að hann gæti alveg núna erum við komin í, eru þeir svipa gamlir Sean Silva er náttúrulega klikka hann er bara 29 Já Arnold Allen, 31 Arnold Allen, 11 ári í UFC Það er báðir einhvern veginn svona prime sko. Já, einmitt Það er gott sem engin munur á ríksi og sko, Arnold Allen er svona þeir eru með sentimentum hærri við 3 sentimentum hærri lengur á ríks Já Það er ekkert það það er ekkert í þessu sko það er ekki mingill sko mér finnst það svona Arnold Allen svona aðeins hafa svona þróast sem bardagamaður sko en já, ég bara veit ekki hvað ég á að lesa inn í henni bardag en þú veist Arnold Allen má ekki leyfa Gene Silva að klappa sér mikið sko bara með svo ógeðslega mikið kraft í höndunum sko og svo náttúrulega þegar Gene Silva söppaði Bryce Mitchell þá var maður bara hvað er að gera sinna og ég svona þetta er líka mjög erfiður barndagi Já, þetta er fyrsti barndaginn þar sem ég segi bara 50-50 ég get ekki eiginlega 50-50 Já 100% Já Ég ætla að kíkja aðeins á stöðluna og sjá hvort við getum fengið ykkur hugmyndir þar Ég ætla að Gene Silva sé smá favorite sko Já, ég held það líka Gene Silva 1.35, 3.30 og Arnold Allen Það er value bet sko Arnold Allen 3.30 Mikið af En ég skil þetta, ég held að Gene Silva þú veist, ef þeir eru bara að fara að standa og stræka þá held ég að Gene Silva muni ná honum og mögulega droppa hann sko og þú veist, ég held að sé engin leið eitthvað fyrir Arnold Allen eitthvað að taka niður þú veist, ég held að Gene Silva sem er það gott takedown defense, hann heldur þessu standandi þeir eru báðir bara mjög vel rounded gæjar sko, þetta verður hörku fight sko, en ég held að Gene Silva tæki þetta, mögulega late knockout Já, Gene Silva late knockout sko, votin segja 71% Silva 29% Allen þannig að svona þetta bendir alltaf á Silva sko ég myndi segja að 29% séu bara Bretar Já, einhverjir Já, þannig að það geti verið sko Hann er líka búin að vera meira aktiv Arnold Allen náttúrulega bara ekki rétt í fyrra seinasti bardagi var bara Giga og það er 24 sko sumarið 2024 Gene Silva með 3 bardagi fyrra Já, ég er að ruggleika mér fannst þess að það væri síðasti bardaginn að Giga ég var ekki að tala með Giga að vera svo lélur Er Giga búin að bara að segja? Já, bara þessum daginn sko bara þessum að Kevin Vallejo tapaði í annar lóti spinning backfist og elbows og hann var líka mætti David Onama þar á milli og þá misti hann weight og David Onama misti weight það ekki einhver misti weight en er þetta ekki svona make or break moment fyrir Arnold Allen það ekki ef hann ætlar að fá titil sko Já. Þú veist, ef hann tapar hérna er þetta þá ekki svolítið svona runnið svolítið frá hann Já, hann er rankaður 6 núna Já með samt bara 2 stór töp á skránum mjög nýlega sko þannig að hann er svo aftarlega í goggunaröðin einhvern veginn þú veist með að þú veist öll popular votin sem farið til Gene Silva og þú veist Gene Silva er bara í 10. sæti Já mér finnst það að vera mjög góða maður Já þegar maður sé gaurina fyrir ofan hann Brian Ortega, Steve Garcia, Yusuf Salal manni finnst Gene Silva að vera betur en þessi gæði sko en svona kardíólega séð þú veist nú er bara
Arnold Allen frekar svona þéttur svona precision boxari hvað ef að þetta fer kannski í 2,5 lótu hvað finnst okkur kardio þannig Gene Silva ef hann búin að hendi í ykkur sleggjur og það nefnilega einmitt, það máli Arnold Allen náttúrulega lengi tók hann ekki 5 lótur á móti Holloway á sínum tíma fullt af punishment skilur hann getur alveg verið hann í 5 lútur og verið alveg ferskur sko og alveg einmitt tekið damage og svona eins og hugsa maður líka sko getur hann tekið damage endalust það er ógeðslega mikið damage frá Max Holloway sko sko ég man ekki eftir að sé Gene Silva neitt þreyttan en svo hann líka bara klára allt frekar snemma þetta ekki allt bara hann einhvern tíma búin að fara hann fór eitt þriðlót á móti Drew Dober alveg rétt hann kláraði hann í þriðu sko sem var Fight of the Night en já, hann voða mikið að klára hérna fyrsta annar lóti þannig að maður hefur ekki alveg séð svona djúpa vatnið sko nei einmitt það er svona að því að Arnold Allen hann er þéttur svona precision boxari sko og hann getur alveg tekið í djúpa vatnið þessum bardaða sko já hann getur alveg farið þangað reyndi að vera svolítið aktífur og hóta mikið og byrja rætt og vera svolítið svona ef hann lætur Gene Silva vinna mikið sko það er svona gæti það alveg verið jú, þetta var hérna góð vingill en það er ekki alveg spáðið því nei en þetta er náttúrulega bara 3 rounds já skilur ég held að Gene Silva sé alveg með cardio í 3 rounds ég meina því að hann er líka svona höggþungur Arnold Allen getur alveg verið svolítið á gjöfun og verið svolítið aktífur sko en ég held að Gene Silva er það góður strækar að hann getur svolítið haldið honum frá sér eða countera mjög vel og valið svona góð tækifæri til að meiða hann þegar hann er að vera að reyna að vera ómikið á gjöfunni sko já, ég finnst að það er svolítið satt sko líka bara tapa fyrir svona topp gaurum sko og svona svona tekur hann sér eitthvað svona smá tíma eða ekki hvenær barist Arnold Allen síðast hann er hérna sumarið 24 á móti Giga já, sumarið 24 sko þetta er þessi hérna þetta er 1,5 árs pása sko hann gæti komið mjög endurnærðu tilbaka sko eða bara rusty já, hann gæti náttúrulega verið smá cage rust sko ég ætla að gefa þetta bara á Arnold Allen hann hefði bara tekið, ég elska þegar menn taka árspásu 1,5 ár svo bara who the fuck is that guy svo er þetta bara einhvern veginn ekkert að meiðast og einhvern veginn, þú veist og taka bara þú veist, taugakerfið mæti bara glimrandi tilbaka og líka forunlegt sko Gene Silva coming off a loss skilur TKO loss skilur það aldrei að vita hvernig hann mætir þú ætlar að segja Arnold Allen viltu veðja svaninum veðja svaninum á þennan bara að sá sem tapar þarf að fara út í tjörn klættur eins og svanur og reyna blendin og reyna er þið ekki bara hringt á slökkulið og lögguna og eitthvað veið okkur upp eitthvað nei ég myndi frekar hafa bara áhyggjur á svönunum heldur en slökkulismunum já ég segi þeir hljóta að hringja sko já gerum það bang herri það er nice ég tek Arnold Allen ég hef gefið þið svona pitti veðmál áður og tapaði já og það var með sítrónuna já það var hérna ég var með Benoit Saint-Denis og þú varst með hann hérna Darius það var alveg gólust betið þær já ég var að róta á svona 15 sekundum það var ömulegt þú veist sko ef ég verið stelpa þá myndi ég gefa þið svo mikið svona pitti sex skilur ég væri alltaf að gefa svona ölmusu út í samfélagi svona ok þú ert ekki búin að fá I take what I can get þetta var svona þannig dæmi sko og ég er með svona sama óbræðið minnum núna en guð minn góður hvað ég minn fagna ef Arnold Allen vinnur þetta herru, ég ætla aðeins að fara yfir stuðluna til að sjá hvernig stuðlarnir eru á þessu ég hérna svona 1-5 á Gene Silva 3 á já, alveg potið sko maður sjá er þetta ekki inni eða? Tjöfull verður fyndið þegar hann er fyrir svanabúningin wow man 1.35 Silva, 3.30 Allen gegga gegga sko Biggi líka sem ílt tussa stundum sko svo mætti hann bara í næsta þátt bara með pakka af sítrónum og með 2 gesti og létt mig geta sítrónu með berkinum öllu hann fekk ekki að velja minnstu nei og bara fyrir framann bara 2 gaurar sem ég vil helst að finni sem ég vera töff skilur svo er maður hérna bara
Það var líka kortir að þessu. Já, og þeir líka bara sitja þetta bara svona, ok. Já, þetta er skrítið. Ég fekk sko haspurur í magan, ég hló svo mikið þegar þú varst að þessu sko. Ég var bara hlæjandi í allt kortirið sem var alltaf reyna að borða þetta. Og svo sagður líka eitthvað svo erfitt að kynkja svo þetta svo þykkt. Og bara, yep, that's what she said. Já, það harta mig vegið þannig. En ég hef minn tilbaka. Sko, ég er að fara að skrifa geggjað uppistand fyrir þig. Við gerum það bara eftir pulsunar. Já. Hvað er verða fyrir hjartaðið, sko, pulsunar eða uppstandið? Pulsunar. Já. Ég er svolítið hræddur þessar pulsur, sko. Já. Ég held að þið þurfa bara að borða færri pulsur og chilla fleiri klukkutíma, sko. Já. Unnin kjötvara, sko. Já. Whoever thought. Too much sodium, eða ekki? Já, eitthvað svolítið. Herri, ég ætla svona bara að slá bátinn í það, en það er náttúrulega á þessu karti er náttúrulega sko Umar Nurmagomedov móti Davison Figueiredo sem er geggjaði bara dag. Banger. Að tepa Kudier á móti Andrei Pulaev. Rest in peace þessi hana. Já, þessi Kudier er náttúrulega bara ógeðslega spennandi. Nikita Krylov sem er náttúrulega sem er bara nær engum úrslitum lengur á móti Modestas Bukauskas sem er búin að líta ógeðslega vel út. Og við þurfum eiginlega sko, ég ætla eldsnögt að snerta á því sko varandi cool bet af því að það gæti verið 1.68 á Bukauskas og það er bara mjög fínt bet að mínum metur svona með hvernig ég sé landileikja. Charles Johnson er bara búin að setja ógeðslega mikla búin að auka intensity, setja geðveitt mikið og lítur ógeðslega vel út. Hlutabréfin hans hafa hækkað mjög mikið upp á síðkastið og ég held að það geti verið mjög vænlegt til vinnings 1.51 það var alveg parlega það og það er svona eitt og annað þarna sem að geti verið vænlegt til vinnings en erum við ekki bara góðir? Við erum alveg hérna komnir í 2 klukkutíma. Já. Bang. Það er ekki bara? Jú. Bara snilt. Já, ég ætla að þakka öllum fyrir að hlusta og Garpir, þú þekkir reglunar. Það er alltaf að vara frá yngling fyrir að mæta í þáttinn og hjálpa til. Það er gott stöf, ég kann að mæta. Eða ekki? Jú, uppáhaldsvöruna mínir. Já. Hvort maður bjóðið Silagit, Litlu Grettublönduna eða Chaka Sveppi? Hvað er þetta Chaka? Ég hef ekki prófað það. Hvað er það? Það eru sveppir fyrir hausinn. Sveppir fyrir hausinn? Sveppir fyrir hausinn. Já. Þetta bætir svona cognitive function. Kraftmikil Chaka Sveppur í hylkjum, hlaðin, andóksunarefnum, næringarefnum sem stuðla að aukin orku og betri heilsu ásamt í að vera góði fyrir ónæmiskerfið. Bang. Já. Og bjóða þér Chaka? Já, það má bjóða með það. Takk fyrir það. Þú erum nýbúin að... Já, ég er alltaf bara heima spólgraður með þessa grettublöndu. Já, og náttúrulega búin að vera unga á börnum. Já, einmitt. Þetta virkar. Já, þetta virkar. Damn it works. 100% result. Þannig, jú, takk fyrir það. Verður það góðu. Við þökkum öllum kærlega fyrir að hlusta. Við sjáumst eftir að viku liðni þá með góðan gest, Steinar Bergsson, Norðurlandamestari. Við droppum alltaf þættinu með Vítali og Ernest svo seinni vikunni. Já, og það er svakaleg hlustun. Einmitt. Það er bara ótrúlegt að hlusta á þeirra ferðalag til Íslands og hvernig þeir hafa aðlagast. Og það er líka bara svo gaman að hlusta á að þeir hafa svo mikið sjálfstrust. Já. Að heyra það bara, I am the best lightweight in the world. Bara ekki Gaethje eða Paddy, bara Vítali, sko. Já. I'm very feel þetta podcast, ég laka til að heyra það, sko. Ég veit, en... Ernest nefnilega ekki lengur very feel. Nei. Hann er bara very feel. Já. Extremely feel. Smash. Geggjaður. Herru, takk að þess að hlusta og við sjáum